Góði gestir, ég býð ykkur velkomin í Listasafn Reykjavíkur hér á Kjarvalsstöðum. Ágæta Hildur, heiður af því að fá að tileinka þér þennan dag. En málþingið sem við erum að hefja núna fjallar er helgað list og ferli Hildar Hákonardóttur, myndlistarkonu sem fæddir árið 1938 og markað hefur spor í íslenska menningu með framlagi sínu til myndlistar. Merkum ferli Hildar eru gerð skil hér í Vestursalnum á sýningunni Rauður þráður og í veglegri bók sem safnið gaf út í tilefni þeirrar sýningar. Hér á þessu málþingi munu fræði og listamenn halda áfram að rekja þann sterka þráð sem einkennir list Hildar. Skoða feril hennar, vinnuaðferðir og samhengi við þjóðfélagið sem mótaði hana og hún tekur þátt í að móta og umbreyta. Á þetta bæði við kvennahreyfingu 7. áratugarins og sjálfbærni kröfur samtímans. Hildur hefur lifað samfélagsbreytingar á sviði tækni, mannréttinda, viðhorfs til mennta og náttúru og öllum sviðum verið gerandi og hugmyndasmiður. En til að skýra aðeins bakgrunn þessa verkefnis, þá var það árið 2021 sem stofnuð var innan Listasafns Reykjavíkur tímabundin rannsóknarstaða með það að markmiði að greina hlut kvenna í íslenskri listasögu. Staðan var sett á laggirnar í samstarfi við listfræðideild Hugvísindasviðs Háskóla Íslands og hlaut verkefnið öndvegisstyrk Safnaráðs til 3 ára. Staðan er til 1 árs í senn og var það Sigrún Inga Hrólfsdóttir var það tillaga Sigrúnar Ingu Hrólfsdóttur að greina og beina sjónum að list Hildar Hákonardóttur sem var valin úr innsendum tillögum í kjölfar auglýsingar og er Sigrún Inga sýningarstjóri sýningarinnar Rauður þráður og skrifa megin grein bókarinnar. Mig langar að nefna það að við erum þegar búin að auglýsa og velja úr innsendum tillögum verkefni þessa árs og það var tillaga Aðalheiðar Lilju Guðmundsdóttur, listheimspekings, að rannsaka og miðla til okkar hinna ferli Borghildar Óskarsdóttur. Þannig að síðan munum við mitt þetta ár auglýsa aftur í síðasta sinn. Það er að segja síðasta verkefnið sem við höfum hlotið en endvegisstyrk til þess að vinna. Rannsóknarstöðinni er ætlað að efla rannsóknarstarfsemi innan Listasafns Reykjavíkur, treysta samstarf safnsins við íslenskt fræðasamfélag og stuðla að þekkingasköpunina þess. Jafnframt þessu er rannsóknarstaða hlut kvenna í íslenskri listasögu mikilvægt mótvægi við þá karllægu áherslu sem innbyggð er í safni Listasafns Reykjavíkur með tilvist stórra sérsafna Errós, Ásmundar Sveinssonar og Kjarvals. Með stöðinni gefst tækifæri til að greina og væntanlega endurskoða hlut kvenna í íslenskri myndlistasögu, safna heimildum, rannsaka þær, skrá og varðveita. Og síðast en ekki síst, miðla þekkingu til almennings, eins og með sýningunni, útgáfunni og þessu málþingi. Þar að auki kjósum við hér í Listasafni Reykjavíkur að líta svo á að rannsóknarstaðan verði öðrum, þar á meðal öðrum söfnum, hvatning til frekari rannsókna, frekari markvissra rannsókna á íslenskri listasögu. Sýningin Rauður þráður og bókin sem henni fylgir gefa góða innsýn í ævi listakonu sem lifði kvennabyltinguna, umbreytingatíma hugmyndalistarinnar og aukna vitund gildi tengsla manns og náttúru. Hér í dag fáum við enn dýpri sýn í gegnum framsögu fræði og listamanna sem hafa kynnt sér ólíka þætti í list Hildar. Fundarstjóri er Markús Þór Andrésson og mun hann kynna þátttakendur og stýra umræðum með þátttöku Hildar. Við fáum tækifæri til að kynnast enn betur listsköpun og vinnuaðferðum listakonu sem tekur inn umhverfi sitt og tíðaranda af miklum krafti og skilar tilbaka listsköpun og skrifum sem sannarlega hafa áhrif á hugmyndir og hugsanagang okkar samferðamannanna. Það er von mín að með þeim rauða þræði
sem hér rakin leggi Listasafn Reykjavíkur sitt lóð á vogarskálarnar til að við fáum enn skarpari sýn á framlag Hildar til íslenskrar myndlistar. Ég vil þakka Hildi fyrir að vera tilbúna til að leggja í þessa vegferð með okkur, framsögumönnunum fyrir þáttökuna, fyrir hönd Listasafns Reykjavíkur vil ég jafnframt þakka Safnaráði Öndvegisstyrkinn og Háskóla Íslands fyrir samstarfið. Njótum dagsins. Komið sæl og öll velkomin. Markus Þór Andrésson heiti ég, deildarstjóri sýninga og miðlunar hér við Listasafn Reykjavíkur og ég hlakka sannarlega til eins og þið þessa dags. Þetta verður ábyggilega gefandi. Við ætlum að heyra í fólki sem að bæði að fræða á listasviðinu og fara djúpt í saumana á vefnaðnum og öðru sem snýr að verkum og ferli Hildar. Við byrjum á því að heyra 3 erindi, síðan tökum við hlé og í kjölfarið eru 2 erindi til viðbótar auk pallborðs og við reiknum með því að vera hérna svona kannski til 4 það bil, ef allt gengur samkvæmt áætlun. Í hliðinu boðið upp á kaffi hérna frammi, en annars sitjum við bara spennt og fylgjumst með. Nú, fyrsta mælendaskrá svo sem á heiðurinn í rauninni að þessari sýningu og þessari veglegu útgáfu sem að Ólöf myndist á. Það hún Sigrún Inga Hrólfsdóttir, myndlistarmaður, en hún hefur starfað með okkur núna í ár í þessari sérstöku rannsóknarstöðu. Sem listamaður hún kunn af eigin verkum og fyrir samstarf sitt með gjörningaklúbbnum. Hún að auki ekki eingöngu menntuð í myndlist, heldur heimspeki, þannig að þetta hefur allt saman lagst á eitt að gera þessa rannsókn mjög fjölþætta og spennandi. Og ég hlakka til að heyra hvað hún hefur að segja. Erindið heitir bara eins og verkefnið í heild. Það Rauður þráður. Gjörðu svo vel, Sigrún. Já, góðan dag. Ég heiti Sigrún Inga Hrólfsdóttir og er sýningarstjóri sýningarinnar Rauður þráður hér á Kjarvalsstöðum. Yfirlit sýningar feril Hildar... Á ég að tala nær? Já. Yfirlit sýningar feril Hildar Hákonardóttur sem spannar yfir 50 ár. Mér langar til þess að byrja á því að þakka Listasafni Reykjavíkur og safnstjóra Ólöfu Kristínu Sigurðardóttur fyrir að veita þessu verkefni brautagengi. Það byrjaði hjá ykkur og auðvitað þakka ég líka öllum þeim sem að standa að þessu stofnunum og ráðunum sem koma að þessu með ykkur. Og ég vil líka þakka öllu starfsfólki safnsins sem hefur komið að verkefninu með mér, sem að held ég hafa verið bara allir starfsmenn safnsins. Það hefur verið ákaflega gaman að vinna á safninu að þessu. Einnig langar mig til að þakka fyrir hinnar frábæru viðtökur sem sýningin hefur fengið, en hátt í 1000 manns komu á opnunina síðustu helgi. Ég þakka ykkur öllum líka sem eru hingað komin í dag til að hlýða á erindi þessa frábæra fólks sem einnig tekur til máls hér í dag, en öll studdu þau við rannsóknarverkefnið með mikilvægum hætti. Takk. Og helst af öllu þó langar mig til þess að þakka Hildi fyrir að galdra mig til sín og gera mig að riddara í reglu hins rauða þráðar. Það gerðist hérna síðustu helgi. Það var mjög gaman. Ég mun bara reyna að standa mig sem riddari þar sem eftir ævinnar. Já, árið 2020 þegar ég var deildarforseti myndlistadeildar Listaháskóla Íslands hafði ég fyrst samband við Hildi Hákonardóttur. Ég þekkti hana ekki persónulega en hafði séð nokkur verk eftir hana og vissi að hún hafði gegnt stöðu skólastjóra myndlista á Handíðaskóla Íslands. Og mér langaði að kynnast manneskjunni og hennar viðhorfum til menntunar í myndlist. En myndlistadeild sem ég stýrði á árunum 2016 til 2021 á margan hátt afsprengi þess starf sem unnið var þegar að Hildur var skólastjóri MHÍ og því fannst mér áhugavert að heyra hvað hún hefði að segja stöðu mála í dag. Við höfum í raun gegnt sama starfinu þó svo að stofnanirnar hefði tekið breytingum. Okkar samtal var strax sérstaklega frjótt og barst talið að fleiri málefnum en menntun í myndlist. Þegar ég fór af þessum fundi hugsaði ég
að einhver þyrfti að skrifa bók hana. Bók sem að næði að varpa ljósi á ævintýralegan feril hennar og hvernig hennar mörgu viðfangsefni tengjast innbyrðis, viðfangsefni sem eiga ríkt erindi við okkur í dag. Hér var kona sem ég gat lært mikið af, en það var líka margt sem tengdi okkur. Báðar eru við listakonur sem höfum oft starfað innan hópa, við gjörningalist og textíl, í samhengi feminisma, verið búsettar í Bandaríkjunum, verið kennarar og stjórnendur og erum líka báðar í nautsmerkinu. Árið 2021 lauk svo starfi mínu sem deildarforseti nokkuð óvænt og það var því sérlega skemmtilegt útspil hjá örlögunum þegar Listasafn Reykjavíkur óskaði eftir tillögum að rannsóknarverkefnum hlut kvenna í íslensku myndlist. Í þessu erindi mun ég stikla á stóru á ferli Hildar en ég bendi fólki auðvitað á sýninguna og bókina þar sem ævistarfi hennar eru gerð nánari skil. Þetta er forsíða bókarinnar. List Hildar er samofin í orðsins fyllstu merkingu starfi hennar á sviði jafnréttisbaráttu, menntunar og ræktunar. Margt af því sem hún hefur verið að fást við í gegnum tíðina hefur í fyrstu mætt andstöðu eða skilningsleysi en nú má fullyrða að mörg af hennar hugðarefnum hafi orðið hluti af megin straumnum. Hennar ferill er tengdur upphafi þess sem kallast má félagsleg list sem hefur myndað tengsl milli liststofnana og aktivisma tengdum félagslegum, pólitískum og efnahagslegum málefnum. Á sýningunni má sjá þekkt verk eftir Hildi sem verðskulda veglegan sess í íslenskri menningarsögu enda hafa þau haft áhrif til breytinga í þjóðfélaginu en þar er einnig að finna verk sem ekki hafa áður komið fyrir sjónir almennings og veitir sýningin innsýn í mun stærra og margræðara höfundaverk en margir höfðu áður þekkingu á. Í samhengi ferils Hildar má varpa fram þeirri spurningu hvort að andóf og ósjálfmiða viðhorf hafi áhrif á stöðu listamanna innan senunnar. Er það svo að listamaður sem forðast að ganga hinum kapítalísku öflum á hönd og býður hinu hefðbundna stigveldi byrgin í viðleitni sinni til þess að bæta heiminn, endi sem minna sýnilegur í kanónunum? Þetta er spurning. Hildur fæddist í Reykjavík árið 1938 eins og fram hefur komið. Móðir og móðursystur Hildar voru með fyrstu konum sem tóku stúdentspróf og fóru auk þess erlendis til þess að mennta sig, sérstaklega hér á Íslandi. Þorbjörg, móðursystir Hildar, lauk fyrst kvennameistaraprófi í hjúkrun árið 1945 og önnur móðursystir Hildar, Dýrleif, var meðal róttækustu og sýnilegustu kvenna í kommúnistaflokki Íslands og hún vann einnig ötulega að kvenréttindamálum og starfaði með mæðgunum Bríeti Bjarnhéðinsdóttur og Laufeyju Valdimarsdóttur. Ólöf Dagmar, móðir Hildar, lauk stúdentsprófi 1928 og lagði síðan stund á íþróttanám í Danmörku og Þýskalandi. Þar lærði hún einnig ræktun og heilnæmt mataræði. En þessar fyrirmyndir og tengslin við frumherja kvennabarátturinnar hér á landi eru mikilvæg í samhengi Hildar. Móðir mín var langt á undan sinni samtíð sem gerði það að verkum að við systurnar vorum aldrei alveg í okkar samtíð, segir Hildur móður sína sem kenndi henni sem lítilli telpu að sitja í lótustellingu að hætti indverskra jóga, að rækta grænmeti og jurtir á norðlægri breiddargráðu og hvernig lífið er fullt af þversögnum. Það má segja að hin mismunandi kerfi, þar með talin kerfi náttúrunnar, kerfi hinna ólíku trúarbragða, kynja- og valdakerfi og samanburður þeirra sé lykillinn að höfundaverki Hildar í víðu samhengi og þessa hugsun fékk hún í arf frá foreldrum sínum. Að geta skoðað kerfi í samhengi dregur fram margvíslegan sannleika og gefur fólki tæki og áhöld til þess að vinna með. Aðrar fyrirmyndir Hildar eru einkum Johann Wolfgang von Goethe og Henry David Thoreau. Báðir marglaga karakterar sem fengust við ólík viðfangsefni. Sýn Goethes á eðli plantna, tengslamyndun þeirra og jafnvel ást í samhengi vaxtar og frjókunar var mjög vísindaleg og undan sínum samtíma.
Thoreau og bók hans Walden eða Lífið í skóginum segir frá tilraun hans til að lifa sjálfbæru lífi í náttúrunni og rannsaka leið félagslegt samhengi mannsins. Hildur eignaðist þá bók ungað árum og þýddi síðar á íslensku ásamt samstarfskonu sinni Elísabetu Gunnarsdóttur og kom þýðingin út árið 2017. Hildur fluttist til Bandaríkjanna árið 1956, aðeins 18 ára gömul með nýfædda dóttur og eiginmann sem var á leið í stærðfræðinám. En að náminu loknu varð hann einn helsti frumkvöðull í tölvunarfræði á Íslandi. Þessi tenging Hildar við tölvutæknina á frumstigum skipti sköpum hvernig hún þroskaðist sem listamaður. Í New York, þar sem þau bjuggu í Upstate New York, kynntist hún einnig nýjum straumum og stefnum í myndlist, flúxus, konsepti og poplist. Hún varð auk þess vitni að réttindabaráttu svartra og upphafi kvennabaráttunnar vestra. Einnig finnst mér áhugavert að bókin Raddir vorsins þagna eftir sjávarlíffræðinginn Rachel Carson olli straumhvörfum og telst marka upphafið að umhverfis umræðu samtímans, en hún kom út þegar að Hildur var búsett í New York-fylki. Þennan tíma segir Hildur, ég var búin að vera inn í framtíðinni, þannig að ég vissi hvað var á leiðinni og hvernig samfélagið á Íslandi myndi þróast. En heimkomin árið 1964 hóf Hildur nám í myndlista á Handíðaskólanum og fékkst þar við myndvefnað. Samhliða uppgangi annarar bylgju feminismans völdu margar listakonur að vinna með textíl sem ákveði ansvar við karllægu málverki og skúlptúr. Á þessum tíma voru ekki margir listamenn að fást við myndvefnað á Íslandi, en þar má helst nefna Ásgerði Búadóttur sem gerði vefnaðinn að sinni sérgrein. Einnig var Hildur innblásin af pólitískum vefnaðarverkum sænsk-norsku listakonunnar Hönnu Ryggjan. Saga vefnaðar á Íslandi er löng, en það var ekki mikið myndvefnað, heldur var nánast allur vefnaður beinlínis nýttur í lífsbaráttunni. Feministar á 8. áratugnum voru margar þeirra skoðunar að listaverkið í þeirri mynd sem það birtist í borgaralegum galleríum og söfnum væri handbendi kapitalismans og feðraveldisins. Þær völdu því að beina skapandi orku sinni í nýja farvegi. Þau verk sem konur voru að vinna á þessum tíma voru því oft ekki skilgreind sem listaverk. Auk þess var textillist almennt ekki varðveitt í söfnum, eða listasöfnum, og hvað þá allir gjörningarnir og aktivismin sem var settur fram í formi listar en hafði einnig pólitískt inntak. Með þessu má sjá að taka verður víðara sjónarhorn á listræna virkni kvenna á þessu tímabili en eingöngu það sem hinn hefðbundna skilgreining listaverks þess tíma gefur tilefni til. Íslensk myndlistasaga hefur einnig orðið fátæklegri vegna þess að á 20. öld þegar sagan er skrifuð búa konur enn við óréttlæti og verk þeirra eru talin annars flokks. Það er því full þörf á rannsóknarverkefni sem þessu. Einnig má segja að myndlistakonur sem hafa staðið í framlínu baráttunnar eigi drjúgan þátt í því að jöfnuður kynja hefur aukist og viðhorf og siðir hafa gjörbreyst á stuttum tíma. Listakonur hafa notað ýmsa miðla til þess að tjá andóf og gagnrýna. Miðla sem hafa dulmagn sem finnur sér leið inn í undirmeðvitundina en er líka beinskeytt og skýrt. Eitt markverðasta framlag Hildar til rauðsokkana var félagsformið, en hún var meðal stofnenda þess róttæka jafnréttisbaráttu hóps árið 1970, rauðsokkarnar. Og hún notaði teikningar til þess að útskýra hvers vegna hið hefðbundna félagsform stigveldis hentaði ekki rauðsokkarhreyfingunni. Verkið, eða teikningarnar, sem hún sýndi á fundi rauðsokkarna árið 1970, má sjá hér á sýningunni, en þetta er heimild sem er varðveitt í kvennasögusafni og er nú í fyrsta skipti sýnt í samhengi myndlistar. Þetta er tært dæmi það hvernig Hildur sameinar mismunandi kerfi og beitir á nýstárlegan hátt. Horfir til plantna og vefnaðar til þess að búa til umgjörð fyrir nýtt afl. En rauðsokkarhreyfingin er kraftaverk sem við öll í þessu landi eigum mikið að þakka. Nú tala ég hérna orð Hildar. Ég er vefari
og vefnaðurinn kendi mér hvernig á að skipuleggja hluti, sem reyndist mér gagnlegt þegar tekist var á við pólitískar aðgerðir. Þegar vefur er undirbúinn þarf að vita hvernig þræðirnir vinna saman, muninn á uppistöðu og ívafi, hvernig á að halda spennunni jafnri og þú þarft að geta séð fyrir þér útkomuna áður en þú byrjar. Sama á við stjórnmál. En þannig orðar Hildur þessi tengsl í samtali okkar. Já. Fyrsta einkasýning Hildar var í Zoom-salnum árið 1971 og hún starfaði með félagsskapnum í nokkur ár og var meðal annars formaður. Í Zoom mættust ólíkir listamenn sem unnu út frá ýmsum forsendum sem tengjast fluxus- og konseptlist en einnig poplist og pólitískri list sem svo má rekja aftur til dadaismans og hugmynda Marcel Duchamp. Með Zoom skapaðist vettvangur í Reykjavík fyrir alþjóðlega framúrstefnulist og áhrifanna gætir enn, rúmri hálfri öld síðar. Í verkum Hildar frá þessum tíma er að finna anda pop og konseptlistar en Hildi var einnig ljóst að í vefnaðinum sem slíkum fólst þýðingamikil sögn. Zoom-hreyfingin hafði áhrif á þá rómantísku þjóðernis umræðu sem mótað hafði íslenska sjálfsmynd, menningarhætti og orðræðu frá upphafi 20. aldar og var nátengd landslagsmálverkinu og áhugavert er að skoða verk Hildar út frá þessari greiningu. Hildur innleiddi einnig mikilvægar breytingar þegar hún gegndi stöðu skólastjóra Myndlista- og handíðaskólans á árunum 1975 til 78. Þar kom hún inn sem staðgengill Harðar Ágústssonar en það ber vott hugrekki og skilning á þeim breytingum sem voru í gerjun innan myndlistarinnar þegar henni var falið starfið. Hildur var þá þekkt bæði sem súmmari og rauðsokka og hafði þannig ögrað mjög hinum ríkjandi öflum á Íslandi. En vinna á þessum vettvangi hafði einnig veitt henni dýrmæta reynslu í stjórnun. Hún bjó einnig yfir mikilli tæknikunnáttu í vefnaði og gat þannig verið sameiningatákn milli þeirra nemenda sem kröfðust nútímalegri nálgunar í kjölfar 68-byltingarinnar og þeirra módernísku kennara sem ekki voru á þeim buxunum að breyta sínum kennsluháttum. Hildur einsetti sér að svara kalli tímans og setti á fót 2 nýjar deildir við skólann haustið 1975. Annars vegar málaradeild sem fram til þessa hafði ekki verið formlega til og svo aðra deild sem nefndist deild í mótun, en hún fékk myndlistamanninn Magnús Pálsson til þess að leiða þá deild. Að öðru leyti breyttist uppbygging skólans ekki, þannig að ekki var að ræða uppstokkun á því kerfi sem fyrir var, heldur viðbót sem gæti fleytt fram nýjum hugmyndum og mætt kröfum nemenda. Áherslur hennar vöktu þó upp ákveðin íhaldsöfl og mikil andstaða myndaðist við hugmyndir hennar og fór það svo að hún sagði starfi sínu lausu árið 1978. Áhrif þessa tímabils á menntun í myndlist á Íslandi gætir þó enn í dag og er myndlistadeild LHÍ með beina tengingu við hugmyndafræði deildar í mótun sem síðan nefndist nýlistadeild. Þetta er rauninni sama deildin. Og nú tala ég aftur orð Hildar. Auðvitað var þetta tilraun og tilraun hefur ekki fyrirfram þekkta niðurstöðu. Það er erfitt að skilja hvernig tilraun í kennslu og framsetningu myndlistar gat verið áhætta. Þegar fólk sem vill leggja stund á myndlist fær næði til þess að starfa og þak yfir höfuðið, kemur undantekningarlaust eitthvað út úr því, segir Hildur í samtali okkar. Áttundi áratugurinn var nokkuð átakamikill fyrir Hildi og hún fann að hún vildi ganga aftur inn í það lífsform sem hún hafði alist upp við, að búa í sjálfsþurft. Hún flutti því ásamt manni sínum á bílið Strauma við Ölfusá árið 1980. Það má halda því fram að þetta hafi verið með allra róttækustu aðgerðinni í lífi Hildar, í ljósi þess alvarlega umhverfisvanda sem þá þegar voru ýmis teikn á lofti en hefur nú raungerst í samtíma okkar. Þegar að neyslusamfélag mannfólksins er komið langleiðina með að kveikja í sjálfu sér og þar með öllum öðrum dýrategundum sem byggja jörðina, er mögulega róttækasta mannveran á svæðinu kona með kartöflugarð.
Hjá Hildi snerist ræktunin að straumum það að hafa sem minnst fyrir henni og borða líka íslenskar villiplöntur, sem eru reyndar ekki svo margar en þær finnast. Í þessu viðhorfi felst óumdeilanlega tónn safnarans, mannveru sem nýtir sér það sem umhverfið leggur til og fær sumt til samstarfs og skapar aðstæður þar sem ríkt getur einhvers konar sátt. Hugsunarháttur safnarans kjarnar andóf við heimsmynd samtímans, þar sem maðurinn reynir að stjórna náttúrunni í iðnaðar landbúnaði. Áhugavert að skoða hugmyndir Hildar í ljósi kenninga vistfeminisma, hugtaks sem kom fram meðal femíniskra heimspekinga í Bandaríkjunum á 8. áratug síðustu aldar og skoðar tengsl kvenna og náttúru í menningu, stjórnmálum, hagkerfi, trúarbrögðum og helgimyndafræði og fjallar hliðstæður kúgunar náttúrunnar og kúgunar kvenna. Hildur tók snemma meðvitaða ákvörðun að hún vildi ekki gerast framleiðandi hluta til þess að þjóna peningaöflum. Hún sótti því ekki fram af miklum krafti eftir þeim hefðbundnu leiðum sem hinn vestræni listheimur býður upp á, að sýna og selja verk sín í galleríi. Þetta afstaða fjölmargra listamanna í dag og af þeim sökum áhugavert að skoða framlag þeirra í samfélaginu og hvernig og hvert þau beina sköpunarkrafti sínum í víðara samhengi en eingöngu í samhengi við skýrt afmörkuð listaverk. Framlag Hildar vekur mann til umhugsunar stöðu listamannsins í samfélaginu sem boðbera nýrra hugmynda og nálgana. Listamannsins sem rýnir til gagns og velur sjálfbærar aðferðir í lífinu og listinni. Það djúpvitur hugsun sem getur meðtekið tíma sem stærri en þeirra eigin og Hildur virðist ná því, en hún horfir jafnan til framtíðar, í tengslum við augnablikið og á sama tíma innblásin og informeruð af grárri forneskju. Það breidd sem ekki allir ná. Ef þú kannt að vefa, þá kanntu að skipuleggja fjöldahreyfingu. Þessi orð Hildar eru til marks það hvernig þekking á einu sviði getur orðið að verkfæri í öðru samhengi, en þá þarf að beita skapandi hugsun. Hildur hefur unnið að hugsjónum sínum með aðferðum myndlistarinnar. Hún hefur þannig haft áhrif á mörgum sviðum og innan ólíkra hópa. Til að öðlast dýpri skilning á hverjum þætti vitund hina þættina mikilvæg og myndlistin þar í forgrunni og það sem tengir. Það von mín að sýningin nú og bókin sem einnig komin út nái að miðla því marglaga samhengi. Listsköpun Hildar, útgáfa, aktivismi, ræktunarstarf og lífsafstaða ofin í samfélagsvefnaðinn og til merkis það að listin hefur áhrif til breytinga. Takk. Kæra þakki Sigrún Inga fyrir þitt erindi sem veitir okkur góða innsýn í það sem við haldum áfram að ræða hér í dag og ég bið ykkur að varðveita þær spurningar sem framkoma bæði í huga ykkar og frá þeim sem eru með erindi. Síðan getum við farið í sauman á því í samtali okkar í lokin. Og næstu tekur til máls Unnar Örn Auðarsson, myndlistarmaður. En hann hefur allan sinn feril ástundað bæði eigin listsköpun en einnig sýningarstjórn og rannsóknarstörf. Hann hefur innsýn í verk Hildar í gegnum samstarf þeirra með sýningu sem haldin var fyrir nokkrum árum í listasafni ASÍ og eins hefur hann unnið með henni á safnasafninu. En hingað hann komið til þess að segja svona frá ferli hennar út frá sínum sjónarhól. Ertu velkomin, Unnar Örn? Takk ykkur fyrir og takk fyrir að bjóða mér, Sigrún og safnið og gaman að vera einn í dag. Eiginlega frábært að vera einn í dag. Ég ætla að ýta, það ekki bara áfram? Svona, já. Ég kaus að kalla erindið þessum titli. Þar sem ég bjó og þar sem ég lifði fyrir.
en hann fenginn að láni úr öðrum kafla á bók Thoreau Walden sem þið kannist sennilega flest við, Lífið í skóginum. En hann var líka titillinn á þessari sýningu sem Markús minntist á, sem var haldin í listasafni ASÍ við Freyjugötu 2011. Það var ég og Huginn Þór Arason sem að sýningastýrum henni og hún var unnin í góðri samvinnu við starfsfólki þar og náttúrulega í góðri samvinnu við Hildi. En bókin Walden, hún kom út 6 árum seinna. Þetta var 2011 eins og ég segi og hún kom út 2017. Það var þýðing Elísabetar og Hildar sem var eiginlega í deglunni þannig 2011 og hún var svona, ég held hún hafi, getum við ekki sagt hún hafi verið að byrja þannig upp úr 2011 þegar við kynntumst. En í þýðingunni titillinn á hana öðrum kafla aðeins öðruvísi, hann hvar ég bjó og hvað ég lifði fyrir. En þetta var svona þýðing okkar á þeim tíma. Mér langar svolítið að tala sko þetta hérna tímabil. Ef við ferðumst aðeins aftur til 2011. Það eru 12 ár síðan og þetta var nýbúið að gerast og ég og Huginn sem voru svona, við getum kallað kannski á miðjum aldri, kringum 30. Við vorum svona að reyna að skilja okkar eigin samtíma. Hvað var að gerast innan listana, hvað var að gerast þarna úti. Við vorum að reyna að skilja okkar eigið líf og listsköpun. Og þá ofta gott að skoða það sem hefur verið gert áður og við vorum búin að vera í stjórn Nýlistasafnsins líka á þessum tíma og lungaða verkum Hildar eða svona stórt lungaða verkum Hildar eru varðveitt í Nýlistasafninu, þannig við þekktum svolítið þau verk. Og úr var að við sóttum til Listasafns ASÍ, það virkaði þannig að maður sækir sýningar og við sóttum 2010 til þess að setja upp svona einhvers konar yfirlitssýningu á ákveðnum þætti í verkum Hildar, svona cirka verkum frá 69 til 78, 79 og við höfðum samband við Hildi, hún kannski skildi ekkit alveg hvað við vildum eiginlega með þetta hafa sko, þú veist. Þannig og hvaðan þessi áhugi væri eiginlega að koma. En við reyndum svona, við vorum búin að vera að skoða hlutina eins og við vorum búin að reyna að skilja og oft gott að líta til sögunar þegar maður reyna að skilja sín eigin samtíma. Og það eru dæmi sem að hjálpa manni til að halda áfram og til að fá trú og kraft á því sem maður sjálfur að gera. Og okkur fannst Hildur bæði í sinni listsköpun og sinni lífsafstöðu einhvern veginn bjóða upp á einhverja möguleika. Þetta var svo, við fengum sérst já við þessari sýningu og þá fer í gangi einhvers konar samtal við Hildi. En þetta kannski svona það sem ef við pælum aðeins í þessari hérna setningu, að reyna að mæta óljósum hugmyndum með skýrum myndum og ég held að það sé sko, það sem Hildur gerir, hún með skýrar myndir sérstaklega í verkum sínum á þessum tíma en okkar hugmyndir voru óljósar, okkar samtími var óljós, við skildum ekki neitt, við vissum ekkert hvert við vorum að fara, við vissum ekkert hver við vorum og þá litum við til Hildar og hún bauð upp á einhvers konar sýn, bæði persónulega fyrir okkur sem listamenn en auðvitað líka sem bara manneskjur, fólk sem lifir í þessu landi. Og við hittum hana fyrst í byrjun árs 2011, þá voru búið að segja já við okkur og við ætlum að reyna að finna út hvað við ætlum að gera eiginlega þarna. Við þekktum verkin í Nýlistasafninu, svo var eitt verk hér innan hús, það var annað verk upp á Listasafni Íslands og svo fórum við í einhvers konar svona kortlagningu, hvert við ætluðum að halda. En byrjuðum á því að skoða það sem var til, þetta var á Straumum, skoðum svona bæði eldri verk og yngri, hvað hún átti og reyndum svona að reyna svona að skilja hvert við vildum halda með sýninguna sjálfa. En það sem við vorum hrifnastir af þarna á þessum tíma voru þessar skýru myndir og kannski var það út af fyrst og fremst ástandinu eins og ég að lýsa. En tíðarandinn á þessum tíma 2005 til 2010 var og kannski enn móttækilegur fyrir hugmyndafræði Hildar eins og Sigrún var að benda á. Við lifum þessa tíma þar sem eru þessar ólgandi breytingar og Hildur frábært dæmi listamann og manneskju sem lifir og tjáir sig inn í okkar samtíma. Og hún listamaður sem notar listina sem verkfæri
Hún er listamaður sem vinnur fyrir aðra en sjálfan sig og hún gefur listinni merkingu og hún máir út mörkin milli listamannsins og aktivistans og hún er líka listamaður sem er óhræddur við að láta dæma sig út frá verkum sínum. Hún segir hvert hún vill fara og það er listamaður sem gefur listinni skýrt form. Mörg falleg verk og flest af þessum verkum á sýningunni hér. Sýningin í listasafni ASÍ, eins og segi, fekk titilinn Þar sem ég bjó og þar sem ég lifði fyrir. Og á þeirri sýningu voru mörg og flest verkin sem eru hérna frammi. Þau voru sett upp á aðeins annan hátt. Það voru 4 lykilverk sem við sýndum í salnum uppi. Nú þarf ég að rifja upp, það var verki Hulda frá 78, þetta hérna. Við heldum málþing í kringum, líka svona málþing í kringum verkin og sýninguna. Þarna sjáum við Dag í lífi fiskverkakonu frá 78. Og Elisabeth kom til dæmis og talaði líka. Það tengist svona þeirra útgáfu og hugmyndina þeirra þýðinga á Thoreau á þeim tíma. Þannig er hún Hulda með opnunin á sýningunni. Þarna er 14. júlí 71 milli hádegis og nóns þegar enginn stjórnaði eða við stjórnuðum okkur sjálf eða hvernig sem við viljum orða það. Og svo er þarna augað allsjáandi. Þetta er í efri salnum uppi og svo var svona eins konar yfirlit niðri af verkum sem okkur fannst kveikja í samtímanum. Mikið af teikningum sem við upplifðum sem mjög svona einhverjum stað verk sem við höfum ekki séð líka. Og ég held að það sé alveg rétt eins og hún var að segja, Sigrún, að það er mikil degla líka í listasöguskrifum á þessum tíma. Listasagan, Grái hlunkurinn sem við þekkjum, 5 bindi, var ekki komin út. Hún kom út á þessu ári 2011 og við vorum öll svona að reyna að skilja og skoða bæði hvað var verið að fjalla þar. Þetta voru málþing og samtal hvað kæmi út úr því. Á þessum tíma það var verið að skrifa hana og það var verið að hafa sambandi fólk og verið að leita inn í söfnum að verkum og svo framvegis. Þannig að mikið af þeim verkum sem við sýndum þarna, það eru brjóstin, það er saga mannsins sem er hérna frammi, það eru skyrturnar, maðurinn á húsi, það er rótleysið, það eru fjöllin, og þessi verk sem að einhvern veginn töluðu fannst okkur efni sem að skipta okkur máli þá og gera enn. Það eru forsíður á Þjóðviljanum. Og serían, teiknimyndaserían sem var að koma út núna í útgáfunni, frábær sería lýsir tilurð kvennafrídagsins sem er frábært bókverk sem er hérna frammi og mjög ánægjulegt að sjá það í útgefið núna, alveg æðislegt. Mér langar líka aðeins að segja frá að eins og ég tala eins og Sigrún lýsir líka svo vel í sýningarskráni, sko, það er þessar áhyggjur listamanna yfir hvað er sagt og hvað er ekki sagt í sögunni. Mér finnst Sigrún taka það vel fram í textanum sínum í sýningarskráni hvernig sagan er sögð og hún er skrifuð, þessi stóra saga sem við upplifum öll, nú er ég að tala listasöguna, og hvernig verkefni eins og þetta opnar ekki bara fyrir ákveðna sögu verkum Hildar sem dæmi eða Borghildar eins og að gerast, heldur bara að þetta opnar samtalið stóru söguna sem við erum öll að glíma við innan listana. En saga listarinnar er sjaldnast einlaga eða línuleg eða bein eða lógísk eða úthugsuð eða einhvers konar framhaldssaga eins og oft er haldið að okkur eins og við þekkjum. Því að þegar horft undir yfirborð þá komur ljós allskís áhrif umhverfisþátta og tímabila, hugmyndakerfa og hugsana og hvert og eitt tímabil hefur sértæka þætti sem að tala til okkar. Fljótlega eftir við byrjuðum samtalið, þá kemur á daginn að þetta verk þeirra Elisabethar er í fæðingu, það er að byrja, þá er ég að tala þetta hér verk og þá gerist mjög ánægjulegur hlutur. Það sem Hildur gerir og hún er náttúrulega svo góð í, það er að breiða út hugmyndir sínar og yfirfæra þær líka.
yfirfæra þær yfir í þýðingu, yfirfæra þær yfir í myndlist, yfirfæra þær yfir í lífsitt. Og þá gerist þetta hér sem að það fer eitthvað af stað og Hildur byrjar og hún byrjar að gera nýtt verk og það gleður, held ég, okkur huginn alveg einstaklega mikið og ég held að hún glæddist líka með okkur Hildur að fá einhvern veginn tækifæri til þess að vinna nýtt verk og við vorum ekkert, það var engin krafa frá okkur að það myndi koma nýtt verk á þessari sýningu 2011, heldur gerist það bara. Og ég ætla ekki að segja að Hildur hafi verið hætt að gera myndlist en hún var í einhvers konar pásu og búin að vera í pásu í svolítið stund af því hún misti náttúrulega sitt helsta tæki og tól sem var vefstóllinn, hún gat ekki unnið í hann lengur eftir að hún lendir í slysinu og þá kannski nýtir hún krafta sína og fer yfir mörk listarinnar, hættir að nota þessi hefðbundnu tæki listarinnar sem að í þessu tilviki var vefstóllinn, í hennar tilviki var vefstóllinn og náttúrulega tjáningamátt hennar heldur fer inn á önnur svið og þetta verk finnst mér dæmi um það og það er einstaklega ánægilegt að sjá hvernig það þróaðist svo á sýningunni og það var sýnt byrjaði í svefnherberginu hjá sér með hvað er maður að kalla svona einhvers konar röðun eða fer á stað einhver hugmynd sem að bara hún fær að þreifa sig áfram eftir veggjum og út í bílskúr gerist þetta og svo verður verkið myndgert á sýningunni í Gryfjunni niður í Ásmundarsal það listasafnaðis í þess tíma og þetta gleður held ég alla að sjá að fá tækifæri líka til þess að gera ný verk inn í ákveðið sérstakt rými í þessu tilviki og einstaklega gaman að sjá svo verkið í ólíkum útfærslum til dæmis hér á sýningunni þannig að þetta er verkið Thoreau held ég að það kallist frá þessu árið 2011 og mikilvægt verk mjög mikilvægt, jafn mikilvægt og verkin sem við sýndum frá 69 til 70 þetta er mikilvægt verk það talar líka inn í samtíman og talar hluti sem eru í gangi á þessum tíma sérstaklega og það skiptir ekki máli hvað Hildur þreifar á það er Hildegard von Bingen, það er Thoreau, það er Slow Food það er Gandhi, jóga greinar sem hann skrifar verkalýðsbaráttu sögu kvenna á miðöldum handverkshefðir, saga vefnar og hún taldi upp fleiri dæmi þessi dæmin eru endalaus og hún býr til tengingar inn í okkar samtíma og mikilvægt að hugsa hvað við köllum þessa hluti það verið nefndir það er alltaf að tala pólitísk list en hvernig gerum við list með okkar líf, bara á pólitískan hátt eða hvernig gerum við list pólitískt það sé mjög mikilvægt að líta þannig á það og mér langar að taka nærtækt dæmi mikilvægi þess í samtímanum og ég veit ekki hvort ég þekki þetta fyrirbæri sem kallast Documenta og er staðsett í Kassel er í Mið-Þýskalandi í Hessen spurning síðasta Documenta var haldin í fyrra stóð yfir, þetta sýning sem stendur yfir mjög langan tíma og var sýningastýrt í fyrra af hópi listamanna sem kalla sig Ruan Grupa og er frá Indónesíu og þessi hópur býður til sín 50, í kringum 30 til 50 öðrum hópum og einstaklingum til þess að taka þátt í þessari sýningu sem er unnin svo saman og þar verða verk til sem eru í eins ólíku formi og við erum ekki að tala vefnað eða teikningar form listaverkana er skóli eða barnaheimili eða mötuneyti myndlistin þar er samtal myndlistin getur verið bókasafn myndlistin getur tekið þau form sem að henta samtímanum og hún fór fram í borginni Kassel og þetta var í, eins og ég segi, 15. skiptið sem hún er haldin hún var fyrst haldin fljótlega eftir stríð og haldin á 5 ára fresti
og einhvers konar sneiðmynd, við getum kallað sneiðmynd af samtímanum. Það lögðist þarna á, það voru held ég þáttakendur í sýningu voru kringum 1000. Fór fram í yfir 32 söfnum og bara stöðum í borginni yfir 4 mánaða tímabil. Og þarna einhvers konar hugmyndafræði sem í gangi líka sem að ég held að Hildur útskýri svo vel og Sigrún talaði áðan. Það þetta félagsform sem að við tengjum við rauðsokkurnar og Hildur kom með hugmynd af. Þarna erum við með einhvers konar svona banner eða myndlíkingu af því hvernig félagaformið getur verið líka, hvernig list verður til hugsanlega. Og það talað líka í þessum skóla sem var staðsettur til þeim sem verk, myndlistaverk. Að þarna fáum við sem áhorfendur og þáttakendur tækifæri ekki bara til að læra af list, heldur líka tækifæri til að læra saman með listinni. Við erum saman í þessu, þetta ekki einhliða ferli. Og það sjáum við mjög sterkt í þessari hugmyndafræði Hildar sem mitt hérna á sýningunni og frábært að Sigrún dragi fram. Þetta eru einhvers konar nótur, getum kallað það, frá 1970 hugmyndafræði, hugmyndafræðin að baki félagsform rauðsokkuhreyfingarinnar. Það sem eru lífræn form og hugmyndum gefið rúm til að vaxa og fólki svigrúm til þess að skapa og læra saman með list en ekki af, eða læra saman í þeirri hreyfingu sem en ekki bara af þeirri hreyfingu eða af öðru fólki. Og þetta held ég sé gott, við getum kallað þetta dæmi það hvernig samtíminn ennþá og alltaf móttækilegur fyrir hugmyndum sem að skipta máli, sem eru aðkallandi, sem tala til okkar. Hugmyndin eiginlega enda hér en það þetta hérna verk líka sem tengist henni sem að því þetta úr Zoom-katalógnum H2O sýningin sem haldin var í Kaupmannahöfn 75, getur það verið? Já, minni það, 75. Þetta framlag Hildar til katalógsins. Ritstjóri og sáum þessa sýningu. Hver og einn listamaður fekk svona eina opnu eða eina síðu eða 2 opnur eða eitthvað svona. Og mér fannst þetta einhvern veginn eitthvað gott dæmi. Þetta tengir líka við Thoreau, þetta tengir við okkar samtíma, þetta tengir við hugmyndafræðinar sem við getum talað sem heldur svo áfram inn í hennar lífsverk og það merking, en merkingin þarna kannski opnari á einhvern hátt. Og það eru mjög mörg góð dæmi í þessum katalóg hvernig hægt að halda áfram. Og ég held að það sé mikilvægt að við sem listamenn, og nú tala ég fyrir sjálfa mig, að ég sem listamaður líti til listamanna sem koma undan og horfi til þeirra og að því þeir hjálpa mér, þessi listamenn, og í þessu tilviki Hildur, hjálpa mér að halda áfram, hjálpa mér að gera næsta verk, skilja sjálfa mig og ná á sama tíma tengingu við samtímann. Takk. Takk að þér fyrir, Unnar. Ég renni hérna áfram og þarna erum við komin að næsta. Takk fyrir þitt erindi, Unnar. Nú, eins og Ólöf gat hérna í upphafi, þá þetta rannsóknarverkefni sem sagt að baki þessu ferli hérna, sýningunni sem uppi og útgáfun á þessu málþingi. Það þessi samstarfsverkefni við Háskóla Íslands og Æsa Sigurjónsdóttir kemur þaðan sem heldur núna næsta erindi. Og erindi hennar heitir Úr sögu mannsins, femínísk myndefni í verkum Hildar Hákonardóttur. Og þetta verður þá síðasta erindi fyrir hlé
og í kjölfarið á því förum við bara beint fram á gang. Þar bíður okkar kaffisopi og við tökum þar 20 mínútna pásu eftir erindi Æsu. Gjörðu svo vel, Æsa. Já, takk fyrir að bjóða mér, koma hingað og tala og þetta mjög inspírerandi líka að heyra þessi tvö erindi sem eru búin að koma hér á undan. Ég ætla að ræða bara örfá verk Hildar, sérstaklega það gaman að ræða verkin þegar að áheyrendur geta svo farið yfir í annan sal og hort á verkin. Því að okkur finnst þetta alltaf svolítið leiðilegt að vera að sýna verk í svona mismunandi góðum eða slæmum glærum. En ég ætla líka að færa mig í pínulítið annað samhengi og þessar tvær glærur eða þessar tvær myndir, þetta eru bókakápur sem við sjáum hér á glærunni og þær setti ég hérna upp til að minna á það að þessi femíníska listasaga, eins og við kallum hana, eða hið femíníska avantgard eða hinn femíníska framúrstefna, sem að líka farið að kalla hana, að hún hefur verið í mikilli sköpun í rauninni, núna á 21. öldinni, endursköpun, það hefur verið að draga fram listakonur sem voru óþekktar, lítt-þekktar, gleymdar, sumar, og líka setja hlutina í alveg nýtt listsögulegt samhengi, svona bara til að minna á það einmitt sem að bæði Sigrún og Unnar minntust á að listasagan alltaf í þessari eilífu endurskoðun og sjálfskoðun líka, sjálfsgagnrýni. Nú, flestir listfræðingar þeir eru sammála það að það eru umbreytingar sem urðu á listhugtakinu og aðferðum til listsköpunar almennt frá og með 1960 megi að miklu leyti rekja til þessara femínísku hugsunar sem að við erum nú búin að fá talsverða innsýn í. Og til viðbótar við þessa femínísku hugsun sem að mótast upp úr 1960 bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu, að þá kemur líka það sem við köllum núna kynjafræðileg orðræða, sem að hugtak sem var kannski ekkert endilega til þá. Nú þessi framúrstefna, eins og hún gjarnan kölluð, 8. áratugarins og síðastu aldar eða í kringum 1970 og áfram, kvennalist. Þetta fullyrðing, það að segja framúrstefna 8. áratugsins kvennalist. Þetta fullyrðing sem að bandaríska listakonan Mary Beth Edelson sagði eða lagði fram í viðtali við Svölu Sigurleifsdóttur, myndlistakonu og listgagnrýnanda, en Edelson kom til Íslands í boði í Gallerí Suðurgötu 7 vorið 1979. Í viðtalinu þá útskýrir Edelson að framúrstefna karlaveldisins, eins og hún kallar það, og ég tek hér beint upp úr greininni sem að birtist í Helgapóstinum, að þessi framúrstefna hún sé í rauninni dauð. Það að segja að framúrstefnu hugtakið, eins og við höfum kynnt það og lært það ef þið hafið verið í listasögu og í heimspeki, að það hugtak sé í rauninni dautt, þetta sé hugtak karlaveldisins. Konur eru núna í rauninni þær manneskjur sem hafa eitthvað nýtt fram að færa í myndlistinni. Það sem karlarnir að gera búið að gera, svo ótal sinnum áður. Ástæðan fyrir þessu sú að það búið að kanna öll efni til svo mikillar hlítar að það eru fyrst og fremst hugmyndirnar sem enn gefa möguleika á nýjungum, segir Edelson. Það þarf að öðlast nýja meðvitund til að opna þessar nýju hugmyndir í listum. Og með kvenfrelsisbaráttunni, líka orð sem var mikið notað þá og við kannski heyrum aðeins minna núna, hafa konur öðlast nýja meðvitund sem þær hafa verið að kanna á þessum áratug. Þær fást við það hvernig konur sjá sjálfa sig, hvernig þær líta á hver aðra og tilveruna yfirleitt og það hefur ekki verið gert áður. Það oft sagt að framúrstefnan sé dauð en það í rauninni framúrstefna karlaveldisins í myndlist sem dauð og ég lík tilvísun hér.
Nú, Edelson var þá ein af þungavíktar konunum í femínískri listsköpun í Bandaríkjunum, ef að svo mætti orðið komast. Og tilheyrir hún þeim hópi sem að kallaður núna femínísk framúrstefna, enda lagði hún mikið til málana til að afbyggja þetta framúrstefnu hugtak. Eða feminist avantgard, og listfræðingurinn Gabriela Schor, hún austurískur listfræðingur, hún tók þetta hugtak á greip það á lofti þegar hún byrjaði að skipuleggja þessar farandsýningar sem að síðan hafa verið sýndar allan heim, og þið sjáu þarna forsíðuna, þessa bláu forsíðu á stórri sýningaskrá eða bók sem var gefin út í því samhengi. Nú, auðvitað má spyrja hvort þetta karllæga hugtak framúrstefna henti listsögulegri réttindabaráttu kvenna, og hvort það sé ekki ákveðin þversögn að til hafi orðið nýtt femínist hefðarveldi innan listsögunar sem að ég í rauninni að sýna ykkur með þessum 2 bókakápum. Það að segja femínist hefðarveldi sem byggir mikið á bandarískum skilgreiningum, á bandarískum feminisma og reyndar evrópskum líka, en útýsir að sömu leyti konum sem að koma frá ýmsum jaðarsvæðum. En þetta svolítið önnur saga sem að kannski ekki tóm til að ræða hér og nú, en ég vildi samt svona varpa þessari spurningu fram. Nú, rétt aðeins örstutt Edelson sem að hingað var boðin ein af örfáum erlendum feministum af þessari stærðargráðu sem að var boðin hingað til Íslands á þessum tíma. Edelson var ein af stofnendum femíníska sýningarrýmisins, Artist in Residence, sem var stofnað 1972 í New York, og hún barðist meðal annars fyrir því að konur væru viðurkenndar sem fullgildir íbúar listheimsins, eins og það var orðað, takið eftir þessu, íbúar listheimsins. Þá var hún einnig stofnandi tímaritsins Heritage Feminist Publication on Art and Politics, sem var þó þverfaglegt, pólitískt og fagurfræðilegt feminist tímarit sem hóf útgáfu 1977. Nú, þessi saga hefur nú verið skrifin í feminísku listarsöguna, til dæmis í tengslum við þessar 2 stórsýningar, annars vegar VAC, Art and the Feminist Revolution, sem að hófst í Los Angeles 2007, og síðan Avantgarde, Feminist Avantgarde, Art of the 1970s, sem enn að ferðast heiminn. Þessi femíníski myndheimur sem ég ætla aðeins að ræða í þessu stutta erindi, hann óx auðvitað hratt upp úr baráttuhreyfingum kvenna sem voru tengdar þeim pólitísku hugmyndum sem kenndar hafa verið kvennabaráttu og andof, og birtist fyrst í stúdentahreyfingunni 1968. Þá kom fram á sjónarsviði ný kynslóð listafólks eða listakynslóð kvenna. Ég veit að hér nú á Íslandi þá viljum við kannski frekar tala fólk heldur en karl og konur, en þetta voru náttúrulega fyrst og fremst konur sem vildu sannarlega láta taka eftir sér og notuðu ný myndefni og oft byltingarkenndar aðferðir til að gera baráttumálin sýnileg í almannarýminu, eins og við sjáum hér. Nú, rauðsokkarhreyfingin og tímaritin Forvitin rauð eru einmitt þær hreyfingar og þau listtímarit, eða pólitískt tímarit, það var kannski ekki beint listtímarit, sem mest hvað að hér á landi og eftir 70, en koma Edelson til landsins var einmitt liður í samstarfi rauðsokkarhreyfingarinnar og Suðurgötu 7 nauðsyn þess að kynna myndlist og þá alþjóðlega myndlist kvenna sérstaklega í gallerínu. Listin varð baráttutæki, pólitískt vopn eins og við þekkjum á ljósmyndum frá þessum árum, fjöldahreyfinga, kvenna frídags og fleira, eins og sjá má í verkum Hildar hér á sýningunni. Nú, auðvitað mætti nefna mörg önnur verk annara íslenskra listkvenna sem tengjast kannski kvenna frídeginu sérstaklega, og með dettur til dæmis í hug Ragnheiður Jónsdóttir, Svala Sigurlaugsdóttir og síðan Margrét Jónsdóttir sem að báðar voru mjög virkar í galleríi Suðurgötu 7. Nú, verk þessara kvenna eru dæmi notkunin á listmyndinni sem pólitísku vopni sem beittir til afhjúpunar á valdastrúktúr feðraveldisins. Og það kannski sá punktur sem að mér finnst mjög merkilegt að sjá í þessum pólitísku verkum Hildar sem að hér eru sýnd. Myndefnin sem Hildur skapar, þau tala þannig beint inn í alþjóðlega þjóðfélagsrýni
og það ekki eingöngu pólitískar forsendur sem skipta máli í þessu samhengi, þó auðvitað skiptu þau kannski mestu máli, heldur má einnig lesa úr verkum hennar að samfélagið sé í stöðugri mótun og endurskoðun í samskiptum kynjanna. Hún úthýsir reyndar að mestu leyti þessari sjálfsmyndakönnun sem að mjög margar bandarískar listakonur lögðust í, og ég nefni nú bara til að gefa eitt dæmi, við munum eftir Cindy Sherman, og þessari endurskoðun á fegurðargildum líkamann sem að vissulega má sjá dæmi í þessum verkum hér. En þessi orðræða einmitt vissulega enn í góðu gildi. Á fyrstu einkasýningu sinni í Gallerí Zoom í 1971 þá sýndi Hildur ný myndefni sem hún vann út frá sjónarhorni sem kölluð núna kyngervis. Og þessi myndröð heitir sem sagt Úr sögu mannsins og hún kynnir til sögunar þarna, og mér finnst það mjög merkilegt að bara þessi dagsetning 1971, og ég verð að viðurkenna að þegar ég sá þetta verk fyrst fyrir nokkrum árum í Sarpi, að þá svona hvarflaði það samir hvort að þetta væri örugglega rétt ártal. Og því að þetta svo bara einhvern veginn, hún sýnir hvað Hildur var einhvern veginn bara algjörlega með puttan á púlsinum. Í þessari myndröð þá kynnir hún til sögunar, getum við sagt, í þessu okkar íslenska samhengi, femínískar hugmyndir kyn og kyngervi í auðvitað samhengi myndlistar og sérstaklega í samhengi listasögu, bókmennta og sjónmenningar. Hún setur fram mjög skýra mynd af því hvernig vald og félagslegi strúktúrar búa í texta og myndefni, því sem við kallum stundum orðræða, sem hún finnur í bókmenntum. Hún þekkir náttúrulega mjög vel eins og áður hefur verið minnst á íslenska menningu, íslenska fornbókmyndir og vísar oft í þessa texta í verkum sínum. En pólitísk sjónarhorn hennar snýst ekki eingöngu greiningu valdsins, heldur skoðar hún einnig óformlega valdastrúktúra í samhengi karla og kvennafræða, eins og við sjáum svo augljóslega á sýningunni. Það að segja eins og þau voru kölluð áður en að kynjafræðin kom til sögunar. En skoðum nánar verkið Úr sögu mannsins í þessu samhengi. Þegar ég las fyrst titil verksins, þá fannst mér að hér væri í raun svona nokkuð beina tilvísun að ræða í frægt rit Simone de Beauvoir, sem að flestir ykkar sjálfsagt kannast við, sem kom út árið 1949 og heitir á fransku Le Deuxième Sexe, en hefur verið þýtt á íslensku sem Hitt kynið. Þótt að í rauninni að þá ætti að þýða kannski, ef maður vill þýða beint, að þá ætti titillinn að vera annað kynið eða jafnvel bara kyn númer 2. Mér fannst sérstaklega að í titlinum að þá væri Hildur einhvern veginn að koma til skila þessari merku setningu og þessari frægu setningu það að mannskepnan eða manneskjan, þetta fræg setning Simone de Beauvoir, væri karlkyns. Orðið og hugtakið karlmennska merkir samkvæmt orðabókinni, íslensku orðabókinni, það merkir manndómur, hreysti, dugnaður, hugrekki. En Hildur rýnir, hún setur þessi hugtök einhvern veginn þarna svona fram á nánast í andlit áhorfandans með því að draga fram kynfæri karlmannsins, typpið og punginn, en hún rýnir undir yfirborðið og parar saman ákveðnar staðalímyndir og með því hún að afhjúpa ákveðnar stofnanir eða menningar heima feðraveldisins, en ég myndi segja að hún gerir það eins og hún gerir alltaf á svona mjög húmanískan og írónískan og kannski svolítið háðskanhátt líka. Ekki síst með því að vekja kvenlegar heimilislegar aðferðir eða velja þessar aðferðir sem að eru alls ekkert ógnandi eins og prjónahekl. Og þetta svona stílbragð, eða ég upplifi þetta sem stílbragð til að svona draga úr þessum áhrifum, stíláhrifum sem hún beitir þarna, vegna því að vissulega svona með því að sneiða líkamann í sundur, það er mjög oft gert í myndlistinni að sneiða líkamann í sundur og það í rauninu hún að gera það líka á vissan hátt, að þá felur það í sér svona ákveðna kastrasjón.
Og ég ætla ekki að fara hér, það ekki tóm til þess núna að ræða það svona út frá svona hugtökum eins og við gerum í listarsögunni, kannski út frá Freud og Lacan, en bara sem sagt aðeins svona leggja þetta til hliðar og þetta finnst mér mjög merkilegt og alveg sérstaklega merkilegt í þessu verki. Og það einmitt kannski svona þessir heimilislegu huggulegu litir og þetta mjúka efni sem að dregur úr svona þessum áhrifum kastrasjónarinnar. Og prjónuðu tippin og pungarnir, þau verða svolítið sakleysisleg, næstu því eins og heimilisleg tuskudýr í þessari framsetningu. Eða, listakonan að sýna keisarann nakinn svo að sannleikurinn kom í ljós? Því afhjúpunin nokkuð vel falin undir prjónaskapnum og ég verð að viðurkenna það líka, ég þurfti sjálf að rýna mjög mikið inn í bakgrunnin á þessum verkum og til að sjá í rauninni hvað hún væri að segja í bakgrunninum. Og þarna notar hún alveg allt önnur aðrar aðferðir og allt önnur efni og þarna hún að í fyrsta verkinu að þar textinn handskrifaður, ég gerði það fyrir að hún hafi handskrifað hann sjálf. En hinar myndirnar í hinum myndunum notar hún sem sagt fjölfalda efni sem að hún hefur fundið þá gerir ráð fyrir úr bókum eða tímaritum. Og úr þessu verður svona marglaga pólitískt orðræðu samhengi sem ég ætla svona aðeins að rétta að kannski fá að leiða ykkur í gegnum. Nú, ég var búin að minnast á það áðan að ég held að sem sagt viðfang þessa verks sem að byggir í 6 hlutum og hver hlutur frekar smár. Ég setti nú ekki stærðirnar þarna á en þið getið sem sagt skoða verkið í salnum á eftir og að þar sé við fangið í rauninni að greina og svona afhjúpa þessar stofnanir feðraveldisins sem að við búum enn við. Í fyrsta verkinu sem að ég kannski hef ekki alveg nógu mikla þekkingu á íslenskum fornsögum og alveg örugglega ekki mikla þekkingu og listakonan, en þá veit ég það að gat ég rifjað það upp að Gölturinn Gullinn Busti sem að sagt frá þarna í textanum að hann tengist náttúrulega frjósemistýrkun og mér minnir að hann hafi dregið vagn Freyju og hafi líka talað að hún sé stundu fórnað í ákveðnum heiðnum athöfnum. En þarna til dæmis finnst mér að þurfi að einhvern veginn grafa miklu betur ofan í þennan texta. Hver einstök mynd vísa þá til nýrrar sögu. Tákn Hervalds og vestrænnar menningar birtist auðvitað í andliti Alexanders mikla sem þarna lengst til hægri, hvítt andlit á bláum fleti, en hann var uppi á 4. öld fyrir Krist og ríki hans var eitt af stærsta sem sögur fara af í mannkynssögunni og oft talað að það ríki hafi á einhvern hátt verið upphaf vestrænnar menningar en heimspekingurinn Aristóteles, það einnig oft talað að hann hafi verið einn af áhrifavöldum eða jafnvel lærifaðir hans. Nú, snilligáfan, nýlendustefnan, vísindin og vinnan tengjast í þessum 3 hlutum verksins sem ég sýni hér núna. Ég ekki alveg klár á því hvort að það sé mjög ákveðin röð sem að þessi 6 hlutar þurfa að vera í. Hér afhjúpar Hildur hugmyndina snillingin auðvitað, sem að öll okkar vestræna myndlistarsaga byggir á, meistaraverkið, höfundaréttin, og talar því beint inn í tengsl listasögunar og feðraveldisins eins og Linda Nochlin ræddi í þessari frægu grein sinni Why have there been no great women artists? Og það sem mér fannst sérstaklega skemmtilegt það að Linda Nochlin birtist þessa grein 1971 sem sagt sama ár og Hildur gerir verkið, þannig að þær eru greinilega að hugsa alveg nákvæmlega sömu hlutina og bara það greina hlutina í rauninu og ekki svo mjög ólíkan hátt. Og þetta, ég teka fram sem sagt að ég held og ég ekkert endilega að benda á með þessu að það sé einhver beintenging á milli
Því að konur, og það er nú eitt sem að kemur fram í mörgum af þeim ágætu greinum sem að má lesa í þessum 2 bókum sem að ég sýndi hér í upphafi, að konur út allan heim voru að vekja málstað á sömu fyrirbærum í vestrænni menningu. Þannig að myndin undir þessu brúna tippi, þarna lengst til vinstri, sýnir fræga, ég þurfti svolítið að rýna í þetta til að, mér fannst ég kannast við þetta, en það tók mér svolítið tíma að greina það nákvæmlega hvaða myndefni hún er að svona pota í þarna. Og þetta er auðvitað hinn frægi Neptunusar gosbrunnur sem stendur við Piazza della Signoria í Flórens, ekki satt. Eftir Bacco Bandinelli og Bartolomeo Amananti, en gerður í stíl Michelangelos. En gosbrunnurinn var reistur í tilefni hjónabands Francesco de Medici og stórhertoginjunar Jóhannu af Austurríki árið 1559 og táknar, brunnurinn sjálfur er náttúrulega fallístákn og hann táknar líka vald Cosimo I Medici sem að styrkti mjög vald sitt með þessum ráðahag og með þessu hjónabandi. Sonar síns held ég. Næstu myndirnar 2, þær vísa annars vegar til nýlendu ofbeldis, það er þessi í miðjunni, sem að er augljóslega fréttamynd úr dagblaði sem sýnir hermenn, eða efri myndin hún sýnir hermenn, þeir eru með hjálma á höfði, og hins vegar nakta karlmenn sem að virðast vera handteknir og virðast vera að bíða eftir refsingu eða jafnvel aftöku. Í texta sem prentaðir eru ofan í efri myndina segir, þetta eru textabrót, Vietnam will I, síðan vantar bútursetningu, committed us to major og ég gæti þá verið major condemnation og ég hafði ekki tíma til að finna þetta setningabrót en það getur þá oft verið mjög tímafrekt. Nú, svo 5. Ég stó líka aðeins á gati varðandi það hvernig úr hvaða tímariti eða dagblaði þessi mynd kæmi. Skiptir kannski ekki öllu máli en ég las hana sem tilvísun, aðra tilvísun en mitt annað fallístákn, þar að segja karlmaðurinn, vísindamaðurinn, maðurinn með borin, maðurinn með tækin. Allt eru þetta, jú, á einhvern hátt, þessar 6 myndir, þær sýna allar stofnanir sem eru hluti af þessu stofnanir undir stjórn karlmanna. Nú þannig beinist virkni myndana, eins og ég nefndi, að feðraveldinu og birtingarformið þess í hinum ýmsu stofnunum samfélagsins. Svo fyrsta vísar í goðsögurnar og bókmenntaarfinn, okkar íslenska, síðan kemur myndlistin, endurreisnin, sem er náttúrulega þessi hornsteinn listasögunar, nú nýlendupólitíkin, menningin, vinnan, vísindin í einu, valdið í einu orði sagt. Mætti því fullyrða, eða ég get leyft mér kannski að fullyrða, að viðfang verksins sé orðræðugreining á hugtakinu karlmennska í goðsögulegu, listsögulegu og pólitísku samhengi. Og þarna finnst mér Hildur gera mjög skarpa atlögu að snillingshugtakinu að hugmyndunum vistaraverki sem hornstein listsköpunar. Og það finnst mér sérstaklega athyglisvert einmitt í sambandi við það sem að Sigrún og Unnur voru að greina. Hún notar hversdagslegar aðferðir eins og fjölföldun til að snúa höfundi og hefðarveld á hvolf. Hún aflimar bókstaflega, myndi ég nú svona segja, líkama karlmannsins og þessi klísiköndu menningarlegu sögulegu tákn og afneitar þar með upphafningu listaverksins. Allt eru þetta nú hér á 21. öldinni árið 2022 nokkuð kunnugleg stef sem við erum talsvert búin að læra síðan árið 71. En hvernig er hægt að snúa út úr mjög rótgrónum myndhefðum? Þetta var vandamál sem að femínískar listakonur og bara konur sem að stunduðu myndlist í kringum 1970 stóðu frammi fyrir. Hvernig er hægt að ná myndhefðunum út úr höndum feðraveldisins og liststofnunarinnar? Ef öll list er karllæg, en það var niðurstaða listfræðinga, svo sem Lindu Nochlin og fleiri, hvernig er þá hægt að skapa kvennalist? Var spurning sem að
listakonur allan heim veltu fyrir sér og margar þeirra svöruðu á mjög skeilegan hátt. Það nægði ekki að umsnúa þeim ímyndum sem karlar hafðu skapað og eins og sumar sögðu og hafðu fyllt söfnin og listsögu bækurnar með þessum eigin ímyndum. Hið persónulega var pólitískt og margar listakonur settu eigin líkama og eigið kyngerfi í fókus eins og ég myndist á áðan, en Hildur beinti sjónum eins og þið viti frekar að stéttarbaráttunni og endurskoðun karlmennsku hugtaksins sem ég held að sé líka undirliggjandi hugmynd í mörgum af hennar verkum eins og ég hef reynt að rökstyðja hérna. Nú bandaríski listfræðingurinn Lucy Lippard sem yfirleitt forðast að nota hugtaki framúrstefna í umfjöllun sinni millistímabilsins benti á það í skrifum sínum árið 1976 að feminismin hefði opnað nýtt listsamhengi. Samkvæmt greiningu Lippards þá fólst nýsköpunin í listkvenna ekki einungis í nýjum myndefnum og notkun á óhefðbundnum og hversdagslegum efnum, heldur fyrst og fremst, og nú vil ég aftur vísa í það sem að Unnar var að segja hérna áðan, fyrst og fremst í samvinnuverkefnum. Nú Lippard, hún nefnir tímaritaútgáfu, rekstri listmiðstöða, en einnig í athöfnum að framleiða verk saman, oft með þáttöku áhorfenda. Nú þetta tengslaverk sem að hérna Sigrún sagði frá áðan, það einmitt tala mjög vel inn í þessa greiningu. Lippard, hún nefnir einnig verk sem tengjast helgisögum mæðraveldisins og fleiri þætti sem beinast að því að breyta sín almennings á reynsluheimi kvenna. Hún minnist hins vegar mjög lítið á endursköpun myndefnisins sem tengjast karlmennskunni. Nú hvernig er hægt að aðgreina fallustáknið frá merkingu kynfæranna sjálfra? Þetta var eina af þessum stóru spurningum sem kvenlistamenn stóðu frammi fyrir á þessum tímabili. Á ensku hljómaði það þannig, can penis be separated from phallus? Og þetta er rosalega stór spurning sem er mjög erfitt að svara og er mjög flókin spurning sem ég ætla bara að leggja til hliðar í bili. Hvernig er hægt að slá myndvaldið úr höndum feðraveldisins? Þetta var til dæmis eina af þeim spurningum sem að tekist var á við í Kaupmannahöfn á frægri sýningu sem að hét Damebilleðer og fleiri sýningum sem að voru danski listamenn héldu stórsýning til dæmis 1975 í tengslu við kvennaárið. Nú sumar konur beindu sem sagt eins og ég myndist á myndavélinni að sér sjálfri. Nú þarna kemur dæmi frá Mörtu Wilson, einu af þessum byltingarkonum í myndlistinni. Nú Vali Export, ég veit ekki hvort að þið kannist öll við hana, hún er austurískur myndlistamaður sem tók í rauninni þessa áskorun mjög beinlinnis til sín. Þannig að hún í rauninni bara gekk almannafæri með opnar buxurnar. Og það er verkið Action Hose Genital Panic frá 1969. Nú svo dró ég þarna fram líka eina pólska listakonu vegna þess að eins og ég myndist á áðan þá finnst mér að margar af þessum listakonum sem voru kannski að vinna meira á jaðrunum, ekki alveg í þessari miðju heimsins sem þá var kannski fyrst og fremst New York, að þá er þetta pólska listakonan Stillur úr gjörningi sem er frægum gjörningi eftir hana, Natalie L.L. Nú þannig snerist kvennabaráttan líka það að yfirtaka táknin og búa til nýja íkonografíu. Aðferðirnar og stílbrögðin sem það notuð eru ólíka eins og þið hafið séð, en fyrst og fremst snýst málið að slíta í sundur tengsl feðraveldis á milli hins fallíska, erótíska, pornografískra í mestrænni myndhefð mál sem að enn er óleyst. Og þá held ég að ég ætli bara að ljúka máli mínu hér. Því að þetta eru margar spurningar sem að ég er búin að setja fram en lítið svör. Þakka ykkur fyrir. Kæra þakkir, Æsa. Jæja, þá eins og ég sagði kaffi hlé í 20 mínútur. Við bara hittust hérna korter í og verðið ykkur að góðu.
Jæja, gott fólk, takk ykkur fyrir. Þá erum við aftur komin að fundinum og höldum Alþinginu áfram. Við eigum eftir að fá 2 erindi sem bætast í þessa fjölbreyttu flóru sem við höfum heyrt til þessa. Og nú fáum við nýtt sjónarhorn og það er Ragnheiður Björk Þórsdóttir sem ætlar að segja okkur dálítið frá textílnum sem efni og aðferð og meðan við höfum kannski til þessa heyrt dálítið mikið hvernig hann virkar sem hugmyndafræði og smitast yfir í önnur svið mannlífsins. Nú, ég þakka þér náttúrulega sérstaklega fyrir að koma alla leiða norðan til þess að vera með okkur í dag. Það er ótrúlega flott, en þú ert nú einhvern veginn svona svo manneski sem leitaði til þegar orðið textíl kemur upp. Þú hefur gefið út bók, var það ekki fyrir nokkurum árum, Listin að vefa 2019. Þannig að þú veist eitt og annað þetta mál og ég býði bara velkomna Ragnheiður og við höldum áfram eins og segi 2 erindi og í kjölfarið spurningar og pallborð. Já, ég er með svona kannski, ég er hávaxin, aðeins annan vinkil sem er bara ágætt vegna þess að ég komst ekki hingað í gær vegna þess að hafa náttúrulega brjála veður eins og alltaf gerist á Íslandi, þannig að ég kom bara með fyrstu vél sem að hægt var að fljúga með frá Akureyri til Reykjavíkur í morgun. Þannig ég rétt náði að sjá sýninguna og mér finnst ágætt þá líka að hverfa aðeins frá, setja aðeins annað sjónarhorn inn í þetta og ég kalla fyrirlestur minn Þræðir og sýningin heitir þetta Rauðir þræðir eða Rauður þráður og af því að það er nú bara þannig að textílinn hann gengur eins og rauður þráður og vefnaður í gegnum allar góðsögurnar og gegnum allt okkar líf á þessari jörðu nánast. Þannig að og það var, mér finnst líka svo sérstaklega gaman að ná að skoða sýninguna áður en við komum hingað inn vegna þess að þessi sýning er náttúrulega Hildar sem er náttúrulega líka svo brjálæðislega mikil tækni í vefnaði og það er náttúrulega þar sem að maður sér þessa töfra og þessa galdra sem gerast á þessari sýningu. Ég er svo alveg að megnið af verkunum eru ofin þó að það séu líka prjónuverk og innsetningar og myndir og teknikar. Nú, ég hugsa nú stundum í upphafi var orðið af því að orð og þráður eru sama orðið eiginlega í latínu eða orð og vefur eru sama orðið. Þannig að mér finnst líka stundum hægt að segja bara upphafi var þráður eins og upphafi var orðið eins og stendur í Biblíunni. Þannig að ég ætlaði svona aðeins að fjalla vefnað sem fyrirbæri, sem tæknilegan hlut, hvernig þetta allt saman virkar og myndvefnað þá líka, af því að Hildur hefur bæði fengist við myndvefnað og vefnað og fyrir 40 árum síðan nákvæmlega þá var ég nemandi í Myndlista- og handíðaskólanum og Hildur var fyrsti kennari minn í myndvef og síðan var ég hjá henni í Noregi 2013 fyrir 30 árum og þar fór ég fyrir tilviljun á þess að vita af Hildi nákvæmlega inn á námskeið eða semst inn á kúrs í því að læra að vefa röggvarfeldina gömlu í Kljásteinsverkstað og ég fór fyrir byggðasafn Skagfirðinga í Glaumbæ í þessa ferð og þar var náttúrulega Hildur líka og þetta var dásamlegu tími og ég fór eiginlega gegn vilja mínum þessa ferð því ég hafði engan áhuga á að vefa í Kljásteinsverkstað en ég gjörsamlega bara frelsaðist. Þetta er einhver skemmtilegasta aðferð sem ég hef bara komist nálagt og hefði viljað eyða 10 árum á ævi minni, það sem eftir er, í það að vefa í Kljásteinsverkstað. Það er algjör galdur og eitthvað sem við megum alls ekki týna og er svo mikilvægt fyrir okkur sem þjóð að reyna aftur að ég vil sjá bara eitthvað svona fræðslusetur í vefnaði, bara í Kljásteinsverkstað og öllum þessum aðferðum sem við stundum hér á Íslandi. Ég held að það sé rosalega nauðsynlegt fyrir okkur að hlúa að þessu handverki og þessari sköpun kvenna fyrir öldum vegna þess að þetta er auðvitað rauði þráðurinn í okkar sögu og það sem hélt okkur á lífi í þessu landi, það var sauðkindin og þráðurinn. Nú, er hann mikilvægur í dag vefnaðurinn? Mér langar líka aðalega ekki kannski að svara þessu spurningu, heldur að varpinu svolítið yfir til ykkar og hvað getum við lært af vefnaði?
hvað kennir hann okkur í dag? Og svo bara þessi orðnotkun sem að ég veit að Hildur hefur mikinn áhuga á og ég alltaf svona meira og meira að grúska og skoða þessi orð sem tengjast textíl, texta, þessi þráður, línan, þráðurinn. Mér finnst það líka mjög heillandi. Nú, skilgreiningin bara á vefnaði vegna þess að öll verkin inni nánast sem eru ofin hann inni, þau eru gerð í ákveðinni tækni. Þau eru gerð með uppistöðu og ívafi. Og vefnaðurinn verður bara til þannig að það binst saman uppistöðu og ívaf. Og þetta orð uppistæða náttúrulega líka alveg ótrúlega skemmtilegt og allt annað heldur en til dæmis í skandinavísku málunum eða ensku. Þar er þetta yfirleitt tengt varp eða renning. Hjá okkur er þetta uppistæða og það fer beint líka, það er ekki bara í kljásteinavefstanum, heldur líka í vefstólnum og orðið kemur pottþétt frá gamla kljásteinavefstanum. Af því að þar var uppistæðan, hún stóð uppi. Þannig flystur orðnotkunin frá kljásteinavefstanum yfir á vefstólinn. Ég ætla ekki að fara yfir aldur vefsins, ég alveg viss hann miklu aldri. Þeir eru örugglega búin að vera til á jörðinni í mun lengri tíma og sagan alltaf að lengjast. Maður er alltaf að heyra og lesa nýjar og nýjar greinar þar sem búið að finna einhverja nýjar tilvísanir það að vefurinn sé miklu eldri. Og hann náttúrulega tengdur á einhverju hluta til, hann tengdur fastri búsetu. Hérna sjáu þið náttúrulega bara uppistöðun og ívafið. Uppistaðan hvít, þetta bara einband íslenskt þráðurinn sem við notuðum í gegnum aldirnar. Ekki handspunnin af vísu, heldur hérna, heldur bara þessi ein þráður sem við notuðum hér og notum enn. Bara lárétt og lóðrétt. Myndvefurinn hins vegar aðeins öðruvísi og það kannski meira af myndvefinni heldur en þessum beina venjulega vef sem var notað til að vefa nytjahluti og heimilistextíl. Skilgreining á myndvefnum eiginlega þannig að það eru miklu færri þræðir, þykkari þráður í uppistöðunni og síðan hann nánast alveg hulinn með ívafinu. Eins og það líka svo gott að sjá þetta á sýningunni sjálfri. Við sjáum sumstaðar alveg glitta í uppistöðuna en alls ekkert allstaðar. Svo þetta bara myndvefnaða tæknin og það rauninni litur og form ívafsins sem að mynda sjálfa myndina, myndflötin. Og myndvefnaðurinn oftast byggður upp á mörgum litlum eða stórum litaflötum þar sem ívafsþráðurinn ferðar svona fram og tilbaka. Stundum þetta mjög frjálst og maður að vefa aldrei með skittu enn slíkt, maður alltaf að nota einhvers konar skilhangir eða vefpinna eða annað. Og gatnið og liturinn, það svona eins og bara palettan og pensill listmálarans. Það í rauninni liturinn, þráðurinn bara það sama. Þetta bara eins og að vera, ég get aldrei séð neina sérstaklega mikinn mun, menn þetta bara þetta annað efni sem maður að nota með þeim í höndunum. Fyrir þetta þá náttúrulega stríin auðvitað ofin að hann mála það. Þannig að þar kemur líka mjög sterk tenging. Svo langar mig aðeins til að ferðast með okkur aðeins aftur vegna þess að það sem mér finnst líka mjög merkilegt við allt sem Hildur hefur gert, það þessi tenging hennar við fortíðina og að vera í framtíðinni og síðan að vera í nútíðinni og síðan þessi forvitni með framtíðin og þessa nýju tækni sem að ryðja sitt úr rúms í þessari fjórðu iðnbyltingu eða í fjórðu vítinni. Sauðkindin auðvitað, hún var okkar þráður og okkar þráður. Og ég held að við séum svona aðeins að vakna upp af vondum draumi að við höfum ekkert verið að fara neitt sérstaklega vel með ullin okkar. Þetta gullið okkar, það er íslenska ullin og íslenska sauðkindin. Og ég veit ekki hvort þið vitið það en ég held að 2000 voru 1 milljón af kindum í landinu en í dag það komna niður 400.000. Þannig að það gríðarlega mikil fækkun á sauðfénu og þar að leiðandi náttúrulega á ullin okkar. En það samt spuninn á þessum þræði
sem að skiptir öllu máli í varðandi textíl, varðandi vef, varðandi prjón, útsaum, allt saman, þá það spuninn sem að skiptir höfumáli. Og í árþúsundir þá notuðum við bara halasnælduna. Hún bara það sem er notað til að spinna. Og það ennþá fólk sem að nota halasnældu sem betur fer, en það auðvitað miklu seinlegra, en allur þráður á Íslandi var spunnin á halasnældu, alveg í fleiri 100 ár. Allar götur sem að við vorum að vefa í Kljásteinsvegstæðin og selja eða með vöruskipti við Norðmenn og borga skattan okkar í Noregi með vaðmálum, að þá var allt spunnið með þessari litlu halasnældu sem náttúrulega ótrúlegt afrek. Nú síðan kemur rokkurinn með innréttingunum 1750 þegar Skúli ætlar að fara að gera fyrstu byltinguna hérna, iðnbyltinguna á Íslandi, að þá það konurnar sem að fá að læra rokkinn, rokkspunna, og kallarnir voru settir á vefstólana. Sem nú alltaf pínu, mér finnst þetta alltaf svolítið fyndið að þegar ég ofta að halda fyrirlestur vefnað, að þá alltaf mjög margir sem að segja já, það voru ekki bara kallar sem ófu í Íslandi, sem að náttúrulega alls ekki rétt. Kallar ófu alveg, þannig frá 1750 og einhverja áratugi þar og eftir og inn á 19. öldina, en að sjálfsögðu fóru konur aldrei frá því að vefa. Þær voru gjarnar í því að sitja upp í vefstólana, svo komu kallarnir á ófu, þannig að þær fóru aldrei langt í burtu frá þessari tækni, og fyrir þetta það var náttúrulega tók okkur 80-90 ár að aðlagast nýri tækni frá Kljásteinsvegstænum yfir í það að eingöngu að nota vefstólur á Íslandi, í kringum 1860-70. Svo setti hann til gamans spinning Jenny, spunavélina, sem það eru til nokkra svona spunavélar á Suðurlandi, og ég held að þessi mynd sé frá safni, eða sé úr safneign á Suðurlandi, og síðan hitt myndin af þessi niðri, í horninu eru verksmiðjurnar á Akureyri, spunaverksmiðjurnar, sem voru í hartnær 90 ár, var spunnin þráður á Akureyri og náttúrulega líka í Álafoss. Akureyri verksmiðjurnar fóru náttúrulega allar á hausinn, og í dag ekki einn einasti til dæmis velknúin vefstóll til á Íslandi, sem að mínu viti bara stórhættulegt fyrir okkur sem þjóð að geta ekki ofið okkar efni sjálf. Við erum alls ekki sjálfbær, og þar held ég að vefurinn líka geti kannski komið svolítið sterkur inn í okkar framtíðarsýn. En þetta tæki, þetta vinnutæki sem að Íslendingar notuðu í 900 ár minnstakosti, Kljásteinsvegstæðurinn, og þetta nú eina teikningi sem til af stólnum, svona þessi eiginlega teikninga sem við sjáum, og þið sjáðu, ef þið greinið þá allstaðar stafir, eða sem sagt P og Q og R og L og alls konar merkingar, og síðan á myndinni handskrifað hvað hver einasti hlutur heitir við Kljásteinsvegstæðin. Og við Íslendingar notuðum aðra tækni heldur en aðra þjóðir, eða við bættum eiginlega bara við tæknina. Við fórum yfir í það að gera svona langar slöngur, 12 metra slöngur, og þið sjáu það að slangan hún liggur svona á þverspýtu fyrir aftan vefstæðin, og síðan notuðum við svo kallaðar meiðmar og lokuþollar sem líka eitthvað, það ellaði priki sem gengur þarna niður sikkur megin og svona styður við vefsköftin, og það líka eitthvað sem að íslenskar konur örugglega fundu upp til þess að vera fljótar að vefa vaðmálið. Þannig að íslenskar konur voru mjög úrræðagóðar fyrr á öldum, vegna þess að vefstólarnir kom ekki til Íslands, einhverju hluta vegna, og löngu búið að finna upp vefstóla, en við ófum með þá alltaf í gamla Kljásteinsvegstæði, og það eru margar kannski skýringar, og við vitum kannski ekki ein algjörlega af hverju það var, en það eru margar skýringar á því, mjög trúlega. Og ein nú kannski svo að þetta voru eingöngu konur sem ófu í Kljásteinsvegstæðin, og við vorum auðvitað mjög fámenn þjóð, og það var kannski bara ekki mannskapur til þess að gera þetta á annan hátt. Og kannski vildu líka, og mér finnst það mjög skiljanlegt, að þetta var náttúrulega strjábýlt og harðbýlt á Íslandi, og ég alveg viss það að vefkonurnar vildu heldur ekkit missa sinn status í þjóðfélaginu að vera að vefa. Þannig að það eru örugglega margar skýringar á þessu, og þetta auðvitað eitthvað rannsóknarefni sem að
við erum eigum auðvitað að sökka okkur honni sem þjóð. Þetta bara svona teikning af þessu fyrirbæri, gamla Kljásteinnavestanum, og þarna þið sjáu öll þessi orð. Þetta eru líka rosalega mikilvægt að við gleymum ekki og tínum ekki niður öllum þessum heitum. Þetta eru mjög skrítin orð, sum þeirra hafa færst yfir á vefstólinn, önnur ekki. Þannig að og náttúrulega bara líka svo falleg orð, mörg af þessum orðum, eða bara öll. Þannig að það líka, þetta eitthvað svo menningarsögulegt fyrirbæri sem vefurinn og hann svo mikilvægur fyrir okkur, og við Hildur og stöllurina 2 í Noregi og Hjallasegum gáfu út bókina Kljásteinar, eða Klingjandi steinar heitir hún, og það auðvitað rosalega mikið og gott framlag til okkar sem þjóðar að fá þessa bók, vegna þess að þar farið í gegnum þessa sögu og hvað var ofið og hvernig þetta var allt saman gert, hvernig við sitjum upp í vefstæði, sem virkar kannski rosalega flókið, og það sem kom mér mest á óvart þegar ég var á námskeiðinu út í Noregi, það var það að hvað þetta var ótrúlega funksjónalt fyrirbæri sem að vefstæðurinn Við vorum náttúrulega ekki að sitja upp í þrískaft eða vaðmál 2x2, heldur vorum að sitja upp í einskeftu og gerðum röggvarfeldin ofan á einskeftu grunn. En sama var, þetta ótrúlega mögnu tækni og fljótlega í raunni. Þannig að þarna síðan komin þessi blessaði vefstólar sem komi hingað 1750 frá teikningunni þessari yfir í vefstólinn. Þetta trissuvefstóll og einn af þessum allra elstu stólum sem eru til ennþá á Íslandi. Það ekkert til af vefstólunum sem kom hingað 1750, þeir eru allir bara farnir, og það meira sér ekki alveg vita hvernig þeir litu út. Það ekki til dæmis talið að þeir hafi verið með slöngurifin þarna upp á, heldur aftan á, en þessi frekar svona lítill og nettur, vegna þess að byggingar og húsakynni á Íslandi voru bara svo lítill, þannig að það var ekki hægt að vera með einhverja 1,50 metra breiða vefstóla á Íslandi. Þeir komist bara hreinlega ekki fyrir nema kannski á biskupssetrónum eða einhverjum þar sem einhvern ríkidæmi var, sem var ekki mikið á Íslandi á þessum tíma. En þetta eini stóllinn sem hefur verfist, sem þetta gamall. 1830 hann talinn vera frá þessi stóll. Ég sá hann fyrir 30 árum síðan á Minjasafni á Akureyri. Ég hef spurst fyrir hann. Hann náttúrulega allir í pörtum og ekki uppsettur í dag og í geymslu fram í Eyjafirði, þannig að hann verður ekki verið uppsettur í 30 ár. Þannig að bara ekki talinn vera það merkilegur sýningargripur að það þurfi að vera með hann í sýningu, sem ég finnst pínu dapurlegt, og allir textílar og allt sem tilheyrir safninu allt saman lokað ofan í einhverjum kistum fram í firði og ekki hægt að komast í það. Þannig að nú, af því að þetta var það sem við gerðum endalaust, við vorum ekki bara að vefa allar flíkurnar, efni allar flíkur sem við notuðum, heldur líka rúmábreiðurnar. Ég held að hver einasti Íslendingur nánast sem fæddist og bjó hér á Íslandi þurfti að eiga einhvers konar rúmábreiðu til að breiða yfir sig. Og þetta eina af þessum fáu sem eru til í Þjóðminjasafninu. Þessi talin vera frá 19. öld og örugglega frá 19. öldinni og ívafsbrekán, sem þýðir það að ívafið ríkjandi yfir uppstöðunni. Það tiltölulega fáir þræðir á sentimetra í uppistöðuna, þannig að hún er slegin þannig rúmábreiðan að það sést eiginlega ekki í uppistöðuna. Og þetta svolítið svipað eins og verkin, serían sem á sýningunni hérna inni, sem svona litatónni sem var alltaf í húsakynnum, var ekki Hótel Sögu, já. Maður sá þar fyrir löngu síðan. En gaman að sjá þau verk aftur, því þau hafa ekki verið þar í mjög langan tíma. Ég man eftir að hafa séð þar fyrir svona 25-30 árum síðan. En það svona þessi tækni, það sem að uppistaðan bara algjörlega hulin. Nú, ég hleyp svolítið bara öðru úr einu í annað,
vegna þess að það er líka það sem að skiptir svo miklu máli og ég veit að skiptir svo miklu máli í öllu sem Hildur hefur gert og líka í öllu sem ég hef gert og það sem ég er búin að gera í rauninni alla mína ævi, minni starfsæfi, hef ég meira og minna verið að leiðsegja fólki hvernig á að setja upp í vef. Ég hef verið að kenna vefnað í sennilega 35 ár, já, ýmsum stöðum, mestmegnis á Akureyri. En það er að setja upp í vef, það er heilt lærdómsferli og þetta er ekki mikið eins og byggja heilt hús, en þetta er samt þannig að þetta er ferli sem þarf að gera þannig að það sé vel gert, réttur þráður í uppistöðunni eftir í hvað maður er að fara að gera. Það er auðvitað rosalega gott að hafa einhvern grunn í bindifræði eða einhvers konar vera að læsa uppskriftir, vita hvernig munstur líta út í vef til dæmis, það er svona kassar alltaf, því sem ekki hafi séð það. En svo setti ég þetta til hliðar af því ég setti upp gagnagrunn á textimiðstöð Íslands og Blönduósi þar sem ég er nú svona mestmegnis að vinna þessa dagana svona í smá hlutastarfi. Þetta er gömul uppskrift sem er frá henni Guðrúnu Jónasar gamlu sem var vefnaðarkennari við Myndlista- og handíðaskólann þegar hún var í námi á Hallárstað 1932 eitthvað svoleiðis. Og svona litu uppskriftirnar út í gamla daga eða fyrir 90 árum síðan. Allt handskrifað og allt annar snúningur einhvern veginn á öllu því sem að þekki vef að þið viti kannski hvernig svona uppskriftir líti út í dag. En þarna sjáu þið að það er bara strika, þetta er eins og bara þetta minnir mig alltaf svolítið mikið á tónlist og nótur á nótnablaði. Bara þetta merkja við það sem að nóturnar eru og þetta þarna það sem merkti við það er það sem maður eins og maður þræðir inn í höfuldin. Og síðan er stíð og svo er þarna bara heil blaðsíða handskrifuð hvað er í uppistöðunni og allt það og þetta er sem sagt rúmabreiða sem verið er að vefa þarna á Hallárstað á fyrstu dögum þess skóla 1932. Þannig að þetta er eitthvað sem að við líka þurfum að miðla og þurfum að kenna og ég man þegar ég var í Myndlista- og handíðaskólanum og var ég að velja með braut og ég ætlaði mér datt ekki til hugar að fara í textíl, ég hafði bara aldrei haft einhvern veginn, það hvarflaði aldrei að mér, ég var alltaf að fara í málverk eða grafík eða eitthvað. Svo bara ég var fyrsta árið og kom ég upp í textildeild og þá bara gerist eitthvað. Og bara var eins og var einhver galdrakona sem að tók mig í fangið og ég bara hugsaði aldrei tilbaka. Þannig að einhvern veginn þá hef ég svolítið varið minni ævi í það að skrifa rosalega mikið af textum fyrir vef, skrifa bók, kenna vefnað, reyna einhvern veginn. Mér finnst einhvern veginn eins og mitt hlutverk sé að koma þessari þekkingu yfir á næstu kynslóð. Við megum sérst ekki slíta hennan þráð og það er sem betur fer fleiri heldur en ég sem hafa verið í þessu að því að þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir framtíðina. Að við hugum að því að við þurfum, að því að skólakerfi er nefnilega ekki svo mikið að hugsa um þetta. Því miður. Það eru frekar fáir skólar í Íslandi sem eru að hugsa um það að það þurfi virkilega að stunda rannsóknir í vefnaði og kenna vefnað og hafa þetta lifandi samtal í skólakerfinu. Ekki bara einhvers staðar örfáir vefarar einhvers staðar í bæ, skiljiði. Heldur þurfi þetta að vera svona einhver grein sem við stundum. Nú, síðan þetta er náttúrulega bara þetta ferli hérna, allt og mikið sem að ég skrifa þetta alltaf, uppsetningin og svo þarf að vefa og allt það. En þetta er gríðarlega mikilvægt að kunna þetta. Og það er svo greinilegt að þetta kann Hildur alveg frá að til Ö og við sjáum þá það er tvöfaldur vefnaður, finnsku vefnaður í sumum verkunum hennar eins og Huldu og svo er myndvefurinn og svo eiginlega svona hálfgert ívafsprekan þar sem hún er að leika sér af litum og flæði. Þannig að þarna er bara svona aðeins yfir efstólan á Íslandi. Efst upp í horninu eru verksmiðjurnar á Akureyri. Það vill svo vel til að það var áhuga ljósmyndar á Akureyri sem tók yfir 2000 ljósmyndir af verksmiðjunum meðan allt var í gangi og þetta er gríðarleg heimild. Þetta var hann Gunnlaugur Kristinsson sem að tók allar þessar myndir og þetta er eina myndunum úr
safninu hans sem eru núna varðveitt hjá Minjasafni á Akureyri. Nú, við vorum í rauninni með alla þessa hérna vefstóla, það er mjög mikið af íslenskum handsmíðuðum vefstólum hér á landi sem eru svona eins og þessi í miðjunni niðri, trissu vefstólar sem voru í húsmæðraskólum út all land og þessi er smíðaður í Ísafjarðardjúpinu 1902 held ég. Og síðan að það uppi í miðjunni, það er Sjakkard vefstólinn sem aldrei kom hingað. Við í rauninni, við vorum ekki að vefa þennan munsturvefna sem að tíðkaðist eiginlega fyrir franskan kannski aðalinn og svona hærri lög samfélagsins, þá var þessi fíni damask og Sjakkardvefur sem var ofinn, hann kom aldrei hingað og mér finnst það bara mjög skiljanlegt og við bara var ekki hvorki þörf á því né bara kannski yfirleitt bara peningar en okkur skapaðalutur sem að gera það verkum að okkur dytti það einu sinni í hug. Þannig að þessi vefstóll er fundin upp í kringum 1801 af Sjakkard en hann er hins vegar gríðarlega stór hlekkur við okkur á 20. öldinni og 21. öldinni vegna þess að þetta er svona kannski byrjunin á tölvutækninni. Þið sjá að það eru gataspjöldana og fyrstu tölvurnar í kringum 1940-50 þær voru með þessum gataspjöldum. Þannig að þetta er svona bein tenging líka við vefinn, er Sjakkard. Það voru að vísu munsturstólar bæði hjá Álafoss og Gefjun og Akureyri sem að ófu svona Íslands teppi og alls konar fyrir bæði flugfélögin og annað og fyrir stofnanir á Íslandi. En þær stólar voru bara fluttur úr landi eða veit ekki hvað eiginlega varð af þeim þegar verksmiðjunum báðum var lokað. Þeir eru allavega löngu farnir frá Íslandi. Sumir fóru bara í brotajafn hreinlega. Þannig að það er nú bara einn sorgarsaga. Hins vegar þá stukkum við yfir í það að á textimiðstöð á Blönduósi þar var ákveðið að fara svo leið að fylgja eftir þessari tækniþróun sem er að eiga sér stað í heiminum sem að ég hefði náttúrulega mun fyrr og frekar vilja sjá menntastofnun á Íslandi taka í notkun eins og til dæmis Verkmenntaskólann á Akureyri eða Myndlistarskólann í Reykjavík eða aðra skóla sem eru að kenna vefnað eða jafnvel Háskóli Íslands. Þetta er sem sagt stafrænn vefstóll. TSC stendur fyrir Thread Control. Hver einasti þráður er stjórnað af tölvu og það vill þannig til að Hildur sem er náttúrulega líka svo framsýn og sér fram í framtíðina og forvitin að hún kom á Blönduós ásamt Sigrúnu Ingu í september af því að henni fannst algjörlega nauðsynlegt að skilja þessa tækni líka sem er í rauninni, þetta gengur bara allt á pixlum, hver þráður, einn uppistöðu þráður og einn ívansþráður er einn pixli, bara 0,1, þetta er bara eins og forritun, þannig að allt unnið í Photoshop og síðan er tölva við vefstólinn sem stýrir öllu ferlinu, gríðarlega skemmtilegt og svona eitthvað svona sem að unga fólki í dag tengir leið við þessa tækni. Það er ótrúlega auðvelt að kenna til dæmis krökkum úr LHÍ eða Myndlistarskólanum í Reykjavík sem eru mjög tölvuvædd á svona vefstól. Þau skilja þetta allt leið. Þannig að þetta er þeirra tungumál svolítið. Og ég skil alveg að þeim finnst skemmtilega við þennan stól heldur en gömlu vefstólana. En það er ekki nauðsynlegt að það er rosalega gott að kunna gamla vefinn líka. Að skilja þráðinn, skilja hvernig vefur virkar og hvaðan hann kemur. Það er líka það, við megum aldrei gleyma að þessi rauði þráður, hann er í gegnum alla söguna alveg frá byrjun og alveg inn í framtíðina. Þannig að og þetta er bara eitt af þessum tækjum sem að allar skólastofnanir elstaðar erlendis eru með svona tæki. Það er allstaðar sem þú fer í textilnám, þá er boðið upp á þetta. Og það er bara framtíðin og það sem við ættum að vera búin að gera fyrir löngu síðan. Nú, myndvefnaðurinn, ég vildi ekki vera að taka einhverja myndir héðan vegna þess að þær eru bara á sýningunni. Þetta er bara einn svona elsti myndvefur sem til svona brot úr mynd frá koptískum
Egyptum, önnur 3. öld eftir Krist eitthvað svoleiðis. Vegna þess að myndvefur sem slíkur var kannski ekki stundaði svo mikið hér, allavega ekki við þannig við vitum, en hann er samt búin að vera allstaðar, alltaf við hliðin á nytjalistinni. Við höfum alltaf fundið okkur leiðir til þess að búa til einhvers konar, þið vitið, eitthvað það sem að auga nemur, eitthvað í sköpuninni þar sem við þurfum að búa til eitthvað myndrænt. Þannig að myndvefurinn er rosalega gamall líka. Og menn hafa yfirleitt alltaf komast á sömu niðurstöðu, alveg saman hvort við fyrir til Suður-Ameríku eða Egyptalands eða Kína eða Indlands eða hvert. Það er alltaf mjög svipuð aðferð þar sem að uppistaðan ívafið hylur uppistöðuna. Nú, hann er yfirleitt alltaf gerður eftir mynd, það þarf yfirleitt alltaf einhvers konar mynd og grunnbindingin er einskefta, þannig að hann er frekar einfaldur þannig. Stundum er hann á röngunni, stundum réttunni. Ég held að allir íslenski vefarar nánast hafi alltaf gert sín myndvef á réttunni og þannig að það er eitthvað sem hefur fylgt okkur. Franska og belgíska aðferðin var að gera myndvefin á röngunni og á hlið. Það er talið að myndvefur hafi ekki verið stundar á Íslandi. Ekki allan svo vita sé, við vitum það svo mikið, við höfum enga sannanir að það hefur ekki verið gert, en það er allan það sem sagan segir okkur. Og kljásstöðunarvestar var náttúrulega bara notaður til þess að gera allt sem við þurftum að gera, til þess að lifa af, til þess að gera fatnað og teppi og segl og alla nauðsynir sem við þurftum að vefa. Það var ekki tími í neitt annað í okkar kalda og fátæka landi. En samt fundum við okkur alltaf leið til þess að vefa einhvers konar listvefnað og þannig er eitt gamalt púðaborð sem er flosað. Þetta er svona lítill skemill sem er í eigu Minjasafnsins á Húsavík eða Byggðasafns á Húsavík, afskaplega fallegu flosvefur og við stundum krossvefnað sem er í rauninni tegunda myndvef, flos, íslensk lit og salún vefnaði sem við stundum hér fyrir á öldum og eru auðvitað algjörar gersemar sem eru til, sem við eigum og þetta er auðvitað eitthvað sem er, þetta er auðvitað var myndlistamiðill þess tíma, þetta var það sem konur gerðu, það notuðu þessa tækni vegna þess að það var ekkert annað til og frumkvöðlarnir í myndvefnaði kom ekki fyrir á 20. öldinni með Júlíönu Sveins og Vigdísi Kristjáns og Ásgerði og síðan Hildi. Þannig að þetta er ekki löng saga í myndvefnaði sem slíkum. Nú, já, er komin á tíma. Ok, þannig að aðferðin er bara, stólarnir eru öðruvísi, þeir eru alltaf uppréttir og svo ætla ég bara aðeins að enda með þessu Ég veður einu annað svolítið frá nútímanum í fortíðina og bara til þess að segja aðeins klikja út með því hversu gríðarlega mikilvægur vefnaður var á Íslandi sem verslunarvara og sem útflutningsvara. Gjaldmiðillinn okkar gjaldeyrinn var, eða lögeyrinn var í vaðmálum. Og þarna sjáum við bara Rögnvarðsfeldinn gamla og 2x2 vaðmálið. Þannig að mér finnst bara svo ofboðslega mikilvægt að við höldum þessari þekkingu og kennum áfram að vefa. Það gerist ekki að sjálfu sér að fólk bara setjist við vefstól og læra að vefa. Þetta getur verið mjög flókin tækni og það þarf virkilega að hlúa að þessu námi. Takk fyrir. Bestu þakkir, Ragnheiður, mjög fróðlegt og áhugavert í þessu samhengi. Nú síðasti frumælendin hér á málþinginu er Guðmundur Oddur Magnússon, Goddur, myndlistarmaður og grafískur hönnuður, sem að deilir með Sigrúnu texta í bókinni sem kom út tengt þessari sýningu og hann ætlar að segja okkur frá reynslu sinni af því að hafa verið í námi á sínum tíma hjá Hildi í deildi í mótun.
og ég býð þið bara velkomin hér góður að gjöra svo vel og svo í kjölfarið þá setjumst við hérna saman sem að höfum verið að hérna, taka til máls og spjöllum saman með Hildi. Gjöra svo vel góður. Takk. Já, komið þið sæl. Hann kynnti mig sem grafískan hönnuð og myndlistamann. Ég var aðeins að hugsa sko að síðastliðin 25 ár og eiginlega mest öll ævi mín frá því ég var í myndlist- og handíðaskólanum, þá ég búinn að vera í skóla, annaðhvort sem nemandi eða kennari. Ég búinn að kenna í 25 ár og þetta aðalstarfið mitt, en ég alltaf kallaður grafískur hönnuður og myndlistarmaður, en ég gleymdi að benda ritstjórum á þetta. En hvað það að sko ég ætla bara að segja ykkur það strax að ég vanur að halda fyrirlestra og ég nota þá aðferð að sýna slædsmyndir og tala út frá myndum og núna ákvað ég að gera það ekki af því að ég ætlaði að spinna og nota svona ákveðið hérna sko það eitt sem ég vil bara byrja að tala Hildi og hennar tíma. Ég kem í myndlist- og handíðaskólann 1976 og með 2 ár hjá henni, en hún sko var ekki kennarinn minn beinlínis, heldur hún það sem ég kalla sko farastjórinn minn í lífinu. Hún raunverulega ótrúlegur örlagavaldur í öllu sem gerðist svo í mínu lífi og ég held að hún hafi séð það fyrir að ég yrði kennari. Því að ég fekk svo mikið að lyklum á þessum tíma og í allir minni námi að mér voru rétti lyklar bæði í myndlist- og handíðaskólanum. Síðan fór ég til Kanada og var þar í 4 ár og það nákvæmlega sama gerðist þar að það hvarflaði ekki að mér að fara að kenna þegar ég útskrifaðist frá Kanada og hefur aldrei hvarflað að mér í upphafi að fara að kenna, en þegar upp var staðið þá fékk ég alla lyklana til kennslunar á þessum 2 stöðum og eina sem ég sko hugsað tilbaka, maður kannski haft sko allavega hana, ég veit ekki nákvæmlega, en ég viss það að þeir kennarar sem ég hef haft í lífinu skipta einhverjum hundruð, þó að segja kannski ekki mörg hundruð og kannski 200-300 kennarar með að fara að hugsa þetta alla sína lífstíð, en af einhverjum ástæðum standa bara innan við 5 upp úr. Og hvers vegna standa þessir kennarar, þessi 5 upp úr? Og það vegna þess að þeir voru einhvers konar kyndilberar. Þeir opnuðu eitthvað sem breytti eða opnuðu fyrir einhvern nýjan hugsunarhátt eða eitthvað leiddu mann inn í lönd sem maður hafði ekki komið til áður, eins konar farastjórar. Og þetta sem ég að tala í katalógnum ferð sem var farin til Bandaríkjanna og 1970 og já hvað, ég man ekki nokkuð, 77 sennilega, 77-78, skiptir ekki öllum máli, af aukaatriði, en þarna sko byrjuðu þessi tengsl að myndun við Hildi sem festust einhvern veginn í merkingunni að oftast veit ég það einn reynslu að besta mómentið til að kenna eða læri eitthvað eru krísur, eitthvað sem kemur upp á og eitthvað það sem maður varnarlaus. Og sko tíminn í myndlist- og handíðaskólanum á þessum tíma og bera hann saman við nemendur í dag í sambandi við drykkju og notkun á kemískum efnum til þess að breyta ástandi sínu, þetta eru hænuhausar í dag miðað við hvernig við vorum. Og sko, svo hérna gerist þetta sem átti ekki að gerast, að ánægður yfir að koma til útlanda. Fyrsta kvöldið þá skil ég eftir jakka minn út á svona móteli sem við byggum á, þetta var svona garður fyrir framan herbergið og þar hérna, hann hverfur nóttina og ég sem sagt með vegabréfi og öllum ferðapenningum. Þannig að ég varnarlaus og bara verða að beygja mig honum í duftið og farastjórinn tekur mig fyrir og mér eru skammtaðir og ekki nóg með það, hún nánast var með mig í taumi það sem eftir var. En málið það að sko að þú við byrjum þarna í Washington þá var kannski það aðal erindið í mínum huga var alltaf að fara
að skoða Marcel Duchamp í Philadelphia, í Arnhem-deildinni í Philadelphia. Og hún hótaði mér, hún Hildur á leiðinni, ef við takist ekki að lækka niður eitthvað drykkjuskap í liðinu, þá myndum við bara keyra í gegn og fara til New York og sleppa því að fara þarna. Djöfull var þetta erfitt að vinna í þessu, að lækka niður drykkjustigið í liðinu. En hvað það? Að þetta var líka partur af þessum tíma og tíðaranda sem maður áttaði sig á seinna, að Marcel Duchamp var í endurfæðingu á þessum tíma. Og vegna þess að það hafið varla verið minnst á hann öðruvísi heldur en sem svona, hvað var það, þegar málverkina hans kona gengur niður stiga, þetta var eitthvað svona, hvað heitir þetta? Þetta ekki allavega hana, dadaismi, og þetta ekki það sem var endurvakið, þetta var ekki þessi endurfæðing sem kannski byrjaði með poplistinni, og við getum kallað poplistina, fluxus og konceptlistina. Raunverulega þetta það sem við kallum í stóra myndinni postmodernisma. Það að segja eitthvað sem gerðist eftir stríðsárin, það að segja þessi 10-15 ár eftir stríðsárin, þegar menn endurvekja Bauhaus-hugmyndirnar. Og þar verður til líka annar kennari sem, sjáðu til, þessi tími í mynd og hand, þá fyrir utan kennarana í nýlistadeildinni, þá stóðu bara 2 karakterar upp úr sem kyndilberar. Annars var Hörður Ágústsson og hins vegar Hildur Hákonardóttir. Vegna þess að maður skynjar alltaf maður skynjar alltaf þeir sem á þessu nívói innsæðisins, að maður sé, þú veist, þetta gáfaða fólkið, eða þetta fólkið sem hefur dýptina. En athugið það að þetta innan gæsalappa, gamla lið sem var þarna, sem við lendum í stóru stríði við út af nýlistadeildinni, voru ekki módernistarnir sjálfur, ekki Hörður Ágústsson kyndilberi módernismans. Hann sá sem byggir upp Bauhaus fornámið, flytur inn til Íslands svona anal með formfræði kennslunni sinni. Og síðan kemur önnur kynslóð þarna eftir sem lærði í þessum skóla módernismans, en var ekki með skilning eða dýpt á andanum sem fylgdi þeim sem fluttu þetta inn. Og þeim öðrum orðum, þeir lærði eins og páfagaukar módernismans og enduðu með því að gera ferkantaða fígúrur í frumlitum, í grátónaskala á Þingvöllum. Og skiljiði þetta, ég að lýsa málverki eftir einn þeirra sem tók svo við af Hildi eftir vesennið, Einar Hákonarson málaði svona myndir, og hann með öðrum orðum að þetta var lið vegna þess Við segjum stundum að það sem gerðist var það að við hættum að tala bara tungutak listarinnar í merkingunni áhöld, efnismeðferð, efnisnotkun, tækni, mæleiningar og svona grunnatriði. Í grafíkinni var bara verið að tala aquatinto og mesotinto og hennan eðlismun og silkiþrykki, flatþrykki, djúpþrykki og þessu öllu saman og þurnálum. En þarna fórum við að tala tungutaki og tungumálið listina. Altså heimspekilistarinnar, sagnfræðilistarinnar, félagsfræðilistarinnar, siðfræðilistarinnar, sálfræðilistarinnar, allt þetta. Allt sem og þetta á endanum skila sér sem grunnur fyrir háskólanám í listum. Það var sagt að það var ekki hægt að kenna tækni á háskólastigi. Það var sagt að það var ekki hægt að kenna efnismeðferð á háskólastigi. Við erum að fara í það sem hægt var að beita greiningum, gagnrýni hugsun og skrifa ritgerðir og stunda rannsóknarstörf. Skiljiði, það snýst háskólastarf. Og þetta allt saman sem verið að æfa í nýlistadeildinni, tungutakið listina, en ekki tungutak listarinnar, að þetta lagði þann grundvöll að eiginlega fyrsta kynslóð kennara í Listaháskóla Íslands kom meir en minna úr þessari deild, af því við vorum búin að æfa, skiljiði. Og þetta sem það sem ég ætlaði að segja, að hvað í raun og veru fór þarna fram, hvað var verið að ræða við í nýlistadeild Myndlista- og handíðaskóla Íslands. Og þið takkið eftir því að það sem maður lendi, það sem maður því að ég að spinna og ég að reyna að rifja upp hvað fjandanum var þetta, að þá var þetta þegar maður byrjaði hjá Magnúsi Pálssyni, að þá fann maður fljótt fyrir því að maður var komin inn á svæði, það sem maður hafði aldrei áður verið staddur í. Og hann gerði þetta með eiginlega leikja með því að æfa rýmiskilning
og stellingar og stöður inn í rými. Það var fyrsti parturinn. Síðan kemur þetta sem að fara að hugsa svolítið út í, að þessi kynslóð fólk sem fætt þarna í kringum 1940 fyrir eða eftir, þetta eru svo kallaði súmarar. Við höfum farið til Parísar eitt árið á undan í svona fieldtrip undir stjórn Guðbjörgar Kristjáns. Við byrjuðum á datasýningu í Hayward og fórum svo að skoða Pompidou-safnið sem var nýtt, sem var búið að snúa við, þar að segja pípulagningarna voru allar utan á. Og þær bækur sem við vorum að skoða á þessum tíma var ein eftir hana Lucy R. Lippard sem hún æsa var að minnast á. Svo bók hér 6 Years of the Dematerialization of the Art Object. Þar að segja við vorum ekki lengur að dyrka hvort að hlutinni væri gerður úr marmara eða fínum málmum eða fínu efni, heldur eins og einn kennari sagði svo viku setna, það skiptir ekki máli hvaða leiðir maður nota til þess að tjá sig, svo framalega sem maður sé að því. Þetta varð að hafa eitthvað inntak. Og þegar maður fyrir að hugsa út í þetta svo aftur að kannski grunnurinn að því að maður var kennari, maður fór að átta þess á því hvernig Hildur talaði við mann, notaði líkingamál. Og ykkur tíma lendi í ykkur samræði við kennara og segi svona, mikið óskaplega væri það skemmtilegt og gaman ef hægt var að kenna skilning. Og þá segir kennari við mig, hvað ertu ekki búin að fatta það hvernig maður kennir skilning? Er það hægt? Auðvitað er það hægt. Og hvernig kennir maður skilning? Maður gerir það með því að segja sama hluti með öðrum orðum, með því að nota líkingamál, með því að segja dæmisögur, þá segja allir, já, varst að meina það. Hildur byrjaði á þessu með í minni minningu að útskýra fyrir mér hver var erkitýpan af hinu kvenlæga og hinu karllæga. Mér langar oft svo mikið að nota þetta á þess að vera með þetta sem líkingamál við búka, heldur sem hugsunarhátt. Og þetta sé hættusvæði, ég veit það. Að hér kvenlæga erkitýpan væri vefarinn. Hér karllæga væri járnsmiðurinn með sleggjuna. Og með öðrum orðum þá vil ég meina það að hið karllæga hafi verið systemið sem kenndi okkur efnafræði, tækni og notkun, kallana með hamarinn og smíðarnar, og hið kvenlæga væri að fara inn í átta sig á hvernig maður forgangsraðar eftir tilfinningu, hvað tilfinningagreind væri og hvað það væri að fara út fyrir mengi þekkingarinnar inn á svæði innsæis og upplómunar, ímyndunarafls, fara þangað. Og þegar maður áttaði sig á þessu hvernig sem hangið saman við dematerialization of the art object, það er að segja fara yfir á svæði hugmynda sem við köllum svo ykkur staðar konceptlist, en í raun og veru var konceptnafnið og þessi nafnagjöf sem við gáum á þessum árum til þess að hlífa okkur við því að segja andlega vakning. Við þurfum að hafa svona menntamannanafn á þessu. Skiljið, við vorum að fara yfir og líka annað sem er líkingamál, að þetta er líka líkingamál fyrir hægra og vinstra heilahvel. Við vorum að fara yfir á hitt svæðið sem við kalla stundum hið kvenlæga, það er að segja tilfinningalíf, innsæi, uppljómanir og það allt saman. Og ekki bara það, vegna þess að partur af listsköpum er líka hvatir og kenndir og hvatir okkar og kenndir okkar. Og mikið af þessu sem maður lærði líka í samtali, það er að segja við höfðum allskins kennara. Við höfðum tónskáld, alla Heimi, sem að fattaði setna að var bara að vinna með form og hugmyndir sem þegar voru fyrir hendi og hvað í ósköpunum þegar vorum að læra þessi hugtök sem átt að skilgreina hvað þessi helvítis pomo og postmodernismi gengur út á. Það var það afbyggingin, það var pluralismin, það var ikonografían, það var deturment eða viðsnúningurinn, það var sem sagt og líka hvað átti við þegar þegar við erum að segja hérna höfundurinn sé dauður, að þá hugsaði maður alltaf eins og mann var bent á með Bourdieu, einn af þessum frönsku félags heimspekingum. Enginn er eins frumlegur eins og hann heldur að hann sé, heldur erum við drögum öll dáma tím okkar og staðsetningu sem við fæðumst inn í, og þeir sem standa upp úr er ekki endilega þeir sem byrjuð á því, heldur þeir sem eru típiskastir. Allir héldu að þeir var í orginal klæðnaði þegar þeir voru hippar, en raun og veru þegar tíminn líður voru allir í sömu klæðnaðinum. Þessi myndir frá 1930, það er allir eins klæddir, allir héldu að það væri svo einstakir og sérstakir. Skiljiði, við drögum öll dáma þessu og enginn er eins frumlegur eins og til þessi vera. Við getum rakið og ættfært meira síðan allar okkar hugmyndir, meira en minna. Nú, þetta
þetta sko hélt áfram í allskins sko þegar maður var að þetta samræðan kannski sko þegar maður fær á því að hitta fyrir og eiga samtal við listamenn á sko heimsstígi eins og við lentum í með Robert Fillieu, með Dieter Roth, með Hermann Nitz og fleiri sem komu þarna. Maður getur náttúrulega sagt líka að þeir bræður Sigurður og Kristján Guðmundssonir hafi verið erlendir í þeim skilningi. Maður fór að kynna þessu öllu. Þórði Ben, Hreini Friðfinnsson, hann tók 1 mánuð með okkur og við hélt svo áfram þegar við fórum á konserttúri með Hermanni Nitz. Þá kynntist maður Gunter Brús, þá kynntist maður fullt af fólki sem tilheyrir þessum vínaraktionistum og það ofboðslega margt fólk sem hefur hitt í gegnum lífið að því maður byrjaði að lesa networkið, hvernig maður tengir sig og hvers vegna getur talað við fólk eins og þú þekktir það bókstaflega sko. En hvað það? Maður lendir í svona samtali við eins og með Dieter Roth. Að maður fer að, vegna þess að við vorum bæði, það voru svona, að því hann er svona staðsettur í sögunni svo mikið út úr þessu að brjóta upp og nota bókina sem listform. Menn höfðu myndskreytt bækur, menn höfðu byrt myndir af myndum í bókum, en að nota bókina slíka sem medium eða aðferð, það var hans forte á einhvern stað. Og við fórum að spyrja Dieter að þessu, hvernig ósköpunum byrjaði þetta? Og þá segir hann, já, sko, ég var að tala við hann Ragnar Kjartansson, þetta er 1958 eða 9 eitthvað svoleiðis, eldri Ragnar Kjartansson, og ég er að segja við hann að hann er að reyna, sko, Dieter þurfti svo mikið að reyna að finna sér grundvöll fyrir tilveru sína á Íslandi. Og Ragnar og allir sögðu við hann, ekki láta þig dreyma það að verða frægur myndlistarmaður á Íslandi. Það verður þú aldrei. Eina fólki sem stendur upp úr hérna á Íslandi svo bendur hann á bókaskápið, Halldór Laxness Collected Works, Jónas Hallgrímsson, Einar Ben, þetta eru okkar stóru snillingar. Og Dieter sagði, mér langaði svo mikið að vera snillingur á Íslandi, að vera meðtekið að ég ákvað að gefa út bækur með öðrum orðum, að hégóminn leiddi hann út í þetta. Þetta var ekki að sitja og bíða eftir einhverju upplifun. Nei, hégóminn leiddi hann út í þetta. Og þetta eru svona fleiri, sko, svona sögur sem að, eins og ég spurði hann líka, hvers vegna voru þið svona anal 50s í modernismanni? Akkur notaði það bara lágstafi í helveti ykkur, frumliti og frumformin. Já, svo hálfgrátandi, það var eins og þegar maður kom heim til sín eftir stríðsástandið í Evrópu 1945, það var æskuheimilið mitt í rúst, það var allt í rúst. Og við hugsuðum svo mikið það, þetta mætti aldrei komast fyrir aftur. Þess vegna fórum við back to basics á þess að ræðum það. Það var gerðist sjálfkrafa að losa listina undan öllu sem var tengt við þjóðerni og upphafning á persónum. Fara algjörlega ofan í grunninn. Og svo segir hann, já, þegar var komið fram á 7. áratuginn, þá fór maður að sjá það, þetta var bara tíska. Þetta var orðið innihaldslaust. Þá fór hann að hætta að nota helvetíku og fór að handskrifa. Þá fór hann að nota drasl, the use of dirt, og gleymu því ekki að hann er grafískur hönnuður. Og þær voru þegar Friðrika var að setja mig inn í starf, deildarforseta deildarstjóra í grafískur hönnun, þá segir hún hérna, þið átt að taka inn fólk, skoða hvort það sem er sorgarendur á nögla. Við tökum ekki svoleiðis fólk inn. Vegna þess að það þurfti að skila inn í prentskil, sko, þá mátti ekki sjást fingraför, hár eða einhver skapaða hlutur sem myndi pæla film og skeytingamenn í burtu. Dieter fór náttúrulega að nota límbönd, hár og þetta sjást allt saman. Og hann skrifaði allt saman. Fór alveg öfuga leið og notaði draslið. Enginn hefur verið eins mikið frumherji í endurvinnslu og nota bara sem hann kallaði dótrengar. Skiljiði. Nú Fillieu, hann kendi manni ansið margt. Hann kendi manni með listamannana. Innan hierarkíð. Hvernig 12 aðalmenn, ekki bara listamenn, heldur líka nánast öllum faggreinum, 12 aðal rafvirkja landsins þekkjast. 12 aðal tónskáld landsins þekkjast. Fremstu grafísku hönnuðir þekkjast allir innbyrðis. Í þessum 12 manna hópi er einn páinn. Enginn veit hver það er nema þessi 12. Þetta er venjulega svo sem við vorum alltaf síðast orðið. Undir þessum 12 eru 144 svo kallu wannabes sem veit upp á hár hver þessi 12 eru. Þetta eru svo kallaði sko keynote speakers eða þeir sem er alltaf verið að vitna í, þeir sem tala fyrir hönd fagsins, alltaf verið að álitsgjafa í sambandi við fag þeirra. Og þetta eru við lengi vel, wannabes, við erum alltaf svona að nutta okkur upp, reyna. Ef að til dæmis undir þessum 12 manna
Já, 144. Svo eru 144 sem 144 sem er alveg clueless, veit ekki neitt. Ef þú ert með, með vin eða vinkonu eða frænd eða frænku og þið eru á pubbaröldi og þú sem wannabe hittir ykkur úr 12 mannaliðinu, þá náttúrulega skammast ég fyrir að vera með hana frænd eða vinkonu sem er clueless. Og þessi frænd eða vinkona skilur ekki dýða akkur þú ert búin að fá í hnén yfir þessu. Já, bara framtíminn getur ráðist af því hvort að ég komist í kynni við þessa persónu, skiljið þið. Og svona mjakast þetta upp í þessum stiga 12 manna hópsins. Þetta var eitt af því sem Robert Fillier talaði listamannana. Og vildi meina það að þegar það var svona þetta hlutverk, þegar til dæmis John Cage, Lamont Young fóru að skipta sér af Beatlunum, af því að þeir voru listamenn, þetta var ekki bara Yoko og Lennon heldur, meiri segja komist við að því að Dieter hafði komið nála hvíta albúmi Beatles, við trúum svolítið fyrst, þetta var í fyllirísröður, en hann hafði verið hjá Hamilton, Paul McCartney talar þetta setna og er að lýsa þessu í það fer yfir all albúmin, að þegar hann hafði þurft að fara að standa í því að búa til plötu eða leggja til plötu umslag fyrir hvíta albúmið, þá var hann falið að reysa til Hamilton sem raunverulega setur Dieter á blað. Hjá honum hafi verið Íslendingur, sem hann kallast Íslending, Dieter Roth, sem hafi svo gert þetta plakat sem fylgdi með brotið inn í hvítalbúminu, sem er nauðalíkt Zoom-plakati sem Dieter gerði líka, sko. Skiljiði. Og þetta er svona ótrúlega margt sem að komst inn í gegnum samtalið. Allir Heimir kenndi okkur parametri og tónheimsins til að sýna okkur fram á að þetta væri sömu eiginleikar, ekkert ósvipað, hún var að minnast á hún Ragnheiður Þórs að með pixlana og tölvuheiminn. Hildur skrifa fyrir mig meðmælabréf til Kanada og kemst sennilega meira að minna út á þetta meðmælabréf. Og ég hafði úr ykkur að velja, hvort ég gæti að fara til Toronto eða Halifax. Hún hafði verið 1 ára undan í Vancouver í Kanada og vissi hvernig skóla þetta var og ráðlaði mér eindregið Go West Young Man. Þá kynnistu öðru andrúmslofti heldur en austurströndinni. Og það var alveg rétt, maður lenti á kafi í jungískum kennurum. Og lærði það svolítið sem ég nota mjög oft í kennslu, stóru myndina, sem er í grunninum þetta með efnisfræðina, tólin og tækin sem eru botnin. Svo gefur næsta lag ofan á sem eru spekin listina, það sem hægt er að rannsaka og skoða. Þriðja lagið er notkun á tilfinning og tilfinningagrein, hvernig maður blæsetur, hvernig maður notar eins og sleðana á mögnurunum, átt að vera komedi eða tragedía, hvernig átt að vera eins og heiðasnirtir, vor, haust eða vetur, eitthvað svona. Og hvernig maður gerir þetta. Og svo er efsta lagið, 4. lagið, er insight, antenna, loftnetið, if explained, misunderstood. Þú getur ekki talað þetta á þess að vera miskilji. Þetta notaði hann svo mörg þúsundur á líkingamál yfir þetta. Efsta lagið er sólin eða eldurinn. Næsta lag er loftið, ambiansinn. Svo kemur sjóndeildarhringurinn og svo neðan við þetta er vatnið og neðst er jörðin. Við tölum jarðbundna liðið þetta fyrir neðan sem kemst aldrei inn á tilfinningasviðið eða innsæðisviðið. Og við tölum fiðrildin sem eru fyrir ofan sem hafa ekkert jarðsamband, ekkert gerist af því það vantar jarðsambandið. Á milli línunar eru átökin á milli hanans og hænunar, hins kvenlega og hins karllæga, kóngurinn og drottningin. Þetta er uppskriftin af alkynju. You must infuse matter with spirit til þess að fá gullið, verðmætin. Þá verður að vera andi í efnin, annars er þetta einskis virði. Hvort sem verðum yrkja ljóð, byggja hús, skrifa skáldsögur. Það verður að vera. Mér leiðist þegar sagt höfunda, þessi svo góður texti. Fyrirgefðu, hvað er hann? Það er bara góður texti, sko. Eða góður teiknari, signify nothing. Þetta er óþolandi, skiljið, sko. Þetta eru örlög mín að verða kennari, þráttur að vera titlaður, grafískur hönnuður og myndlistarmaður. Hildur er búin að vera svolítið í farastjórn lífsmíns. Þetta var ekki bara þessi Ameríkuferð. Við ferðum saman í 3 vikur hornstrandir, eða gengum fyrst úr dýraferðarbotni í Laugardal í Djúpi
upp á sjón, hvað heitir þetta, Hestatindin á Glámahálendinu, fórum svo yfir á Bæjum á Snæfjallaströnd, inn í, hvað heitir fjörðurinn, það sem sumarbústaðurinn er, Leirufjörður. Já, Leiru, já, við heimsóttum þig. Og þaðan inn í Hrafnsfjörð, þar sem Hrafnaflóki var, sko, Hrafnaflóki, Fjalla-Eyvindur, jarðaður. Og þaðan yfir í, hvað heitir fjörðurinn svo, hinum með Húnaflóa megin, Furufjörður. Gengur svo allar víkurnar og enduði með Alvík. Þeir voru með okkur, sko, í þessu, hvað kallar komatrinn, Austantjáls liðið, sko. Þetta Þór, maðurinn hennar, Árni Björnsson og Vilborg Harðar, Kristinn Kristmunds, sem hafði skrifað sögu Sléttuhrepps. Þegar þeir lögðu saman þá kunniður utan af Póstbræðru, Gretlu. Ferðast var eftir ferðabók Þorvaldar Thoroddsen og alveg ótrúlega ferð, sko. Og ekki var maður látinn í friði þar. Eina leiðin til að losna undan henni var síðasta ferð okkar til Brussel. Þá var nú áður en ég varð edrú, sko, þá reykti ég svo mikið hass, ég var svo freðin allan tíman, ég held að hann hafi ekki tekið eftir því. Ég var í til, sko, eins og. Er ekki komið bara? Hérðu. Takk. Takk fyrir Goddur, þetta var skemmtileg trip down memory lane, eins og sagt er. Heyriði, við skulum endilega gefa okkur tíma til þess að spjalla svolítið, af því að ég vissum að þið hafið spurningar og eins var ég svo gaman að Hildur, þú tækir kannski þátt með okkur. Við myndum setjast hérna bara, þið getið snúið stólunum eitthvað við bara og ég ætla að losa mikrofónin og þá gefst okkur kostur aðeins á að breytum takt áður en við höldum út í laugardaginn. Þetta er náttúrulega svo ótrúlega margt sem hefur komið fram og margar spurningur á vangaveltur, en mér dettur í huga að eina fyrstu spurningunum sem var varpað fram og kannski tilefni til þess að rýna betur með ykkur og það er þessi spurning stöðu listamannsins í sögunni, þessari kanónu, hvernig annarkvort fólk skrifast þar inn hreint og beint leið eða einhvern veginn jafnvel eftir á í einhverju endurliti eða gleymist algerlega og þetta hangi kannski eitthvað eins og Sigrún var að tala saman með svona þeirri aðferðafræði að hvar maður staðsetur sig. Sigrún, getur þú kannski leitt aðeins þessa spurningu áfram og í kjölfarið á bara þessu samtali sem við höfum átt hérna, hvernig finnst þér hafa tiltekist þegar þú ert að velta þessu fyrir þér þessum heila ferli núna hennar Hildar og þú veist, hvernig hugsaðir þú þitt starf í því að greina svona feril út frá þessum spurningum sem þú varpaðir sjálf fram í fyrst? Já. Já, ég hef náttúrulega lært mikið af Hildi en ég hef auðvitað lært mikið ef við bara segja eins og auðvitað, þá kom það manna óvart sko, hvað voru fá verk eftir hana í opinberri eigu þegar við byrjuðum á þessu sem var svona bara, hvað maður segja, svona rosalega konkrétt dæmi það hvernig listamaður sem að hefur samt sem áður svona stóran feril einhvern veginn ekki hluti af establishment þannig það er aðeins búið að breytast þannig að Listasafn Reykjavíkur á núna fleiri verk en svo er þetta bara margar skýringar held ég sem eru þarna og eina af þeim eru þetta sko ég held að þetta sé ekkit það er engin eitthvað viljandi að segja nei þessi má ekki vera með heldur er þetta náttúrulega margar skýringar og eitt af því var auðvitað að ef þú ert í andófinu og vilt ekki gangast peningaöfl eða vilt ekki ganga inn í kerfið eins og það og heldur vilt breyta því einhver hluta vegna þá fer að nota aðferðir sem eru fyrir utan og þá á einhvern hátt kannski setjast þessi verk ekki inn í þessu kerfi það er bara eðli málsins samkvæmt sko en auðvitað hefur margt af því sem að Hildur hefur gert svo sannarlega skrásetst og þannig að þetta er ekki sko eitthvað svona maður vil heldur ekki vera eitthvað svona búa til þá mynd einhvern veginn að hér séum að ræða eitthvað fórnarlamb eða eitthvað svoleiðis, alls ekki þannig að það er líka svolítið varasamt að vera einhvern veginn að stilla hlutunum upp sem eitthvað svona annarkort eða myndi ég segja en af því að já, það er svo augljóst sko hvernig, eins og ég sagði líka í lokin á mínu erindi, hvernig
þetta hefur haft svo mikil áhrif og hefur breytt svo miklu og þess vegna er mikilvægt að opna sjónarhornið og horfa ekki bara og telja, já það er bara til eitt verk í Listasafni Reykjavíkur og draga þá ályktun að þetta sé einhvern veginn ekki stór ferill en skiljið hvað ég meina, þannig að maður er ekki að búa til vandamál en bara heldur að einmitt búa til frekari opnanir og hvernig hægt að fara inn í alls konar sögur og sjá nýjan sannleika þá, þannig, eitthvað svoleiðis. Ég get kannski aðeins bætt við það en ég veit ekki alveg hvort að það eða hverju máli það skiptir, en mér finnst Sigrún bendar enda mjög vel á það í sinni grein sko, hvernig við lesum sögun og auðvitað snýst þetta ekki endalösa endurskoðun á okkur, ég held að saga sé bara alltaf hún er alltaf að þróast, þetta er ekkit eitthvað, hún er aldrei föst, þannig að auðvitað það hlutverk okkar núna að bregðast við og ég sem listamaður og við sem listamenn og í hvað hlutverki sem við erum, að við, ég held að snúist að við spyrjum spurninga söguna og ég held að það sé þetta rannsóknarverkefni að gera það, en mér finnst mjög áhugaverð spurning sem Sigrún spyr til dæmis af hverju er listasagan lesin út frá skólagengnum listamönnum. Það er mjög svona stór spurning sem að ég held að sé löngu, ég held að allir sé tilbúin til þess að endurskoða þá hugmynd og sérstaklega þá Hildur, ég meina út frá hennar verkum, það er augljóst að hennar verk tengjast því sem að ásést, verkum sem að eru til sýnis í Þjóðminjasafninu, þannig að það er beintenging þar við VF, myndefna og svo framvegis, þannig að ég held að okkur sú brú ekki byggð meira innan okkar svona kanoníska listheims sko, en auðvitað gerir Þóra Kristjáns það í sinni bók, það er augljóst líka að það hefur verið gert, þannig að kannski þarf bara að benda á það og tala meira um það og ég held að Sigrún spyrji mjög flottar spurningar þegar kemur að því sko. Gottur, þú varst með vildi fá orðið? Mér þótti það svolítið athyglisverð uppgötvun þegar ég fattaði það að fyrsta kynslóð þeirra sem skrifuðu listasöguna voru allir menntaðir í Þýskalandi fyrir stríð, settu stað í London, fyrstu bækurnar eftir Gombrich og Panofsky, hvað sem heita, koma allar út eftir 1945. Þetta er ekki endurskoðað fyrir en 70s, þá fer allt á hvolf, þá koma nýjir sjónarhorn. Sjónarhornin voru ekki bara kallar konur, heldur líka staðir vegna þess að þetta virtist allt sem verið að skrifa út frá Þýskalandi, Bandaríkjunum og Englandi og þegar maður fór svo seinna að skoða samtíma listasafnið í Istanbul, það var mjög merkilegt að sjá hvernig það búið að setja þetta allt saman í box. Nei, þarna er Biggi Andrésar, nei, þarna er Steingrímur Reyfjörð, þetta var alveg skiljiði, það var búið að gera þetta, en þegar upp er staðið, þá saga listarinnar tók sinn tíma, en á seinna árum eiginlega gerð svo krafa að þetta sé á síðustu 12 mánuðir, skiljiði, og sagan hefur aldrei verið bara verkfæra saga eða teknisaga, heldur alltaf saga hugmynda. Sagan á endanum sér sig sjálf og vegna þess að við höfum bara áhuga þeim listaverkum sem segja okkur eitthvað sannleika okkar tíma og staðsetningar og sjónarhóla. Og sá sjónarhóll skiptir öllu máli en ekki neitt eiginlega annað. Gjörðu svo vel endilega ef þið hafið spurningar í sal að rétta upp hend og varpa fram spurningum eða koma með komment. Spurningin er engin pólitík í sögunni? Saga sigurvegarana. Æsa? Það sem að mér finnst athyglisvert við þetta verkefni sérstaklega, það er svona hvernig safnið er tilbúið til að spyrja sig spurninga. Það finnst mér sérstaklega þessi spurning sem að þú setti fram þarna það að já, þegar þið fóru að vinna að þessu verkefni þá uppgötuðu við að hvernig safneignin, hvernig hún er og fóruð í svona kannski þessa skoðun safneignina og af hverju hún svona. Og ég held að svona verkefni að þau séu mikilvæg einmitt sérstaklega í þessu sambandi og safneignin er líka óbærslega mikilvægur hluti af listasögunni vegna þess að það skiptir svo miklu máli hvert verkin fara. Og það er svona, þetta er mjög mikilvæg punktur í þessu ferli.
forvitnilegt þetta sem er að koma fram hérna, það er þessi aðferðafræði eða þitt starf. Hefur þú einhvern veginn hugleitt það? Hvernig þú horfið tilbaka á þinn feril? Er þetta allt ein heild eða er þetta brotakent svona eftir tímabilum? Er textílinn eitt, er eftir textílinn annað eða kennslan? Er þetta allt saman eitt og því sama? Ég held að ég hef alltaf verið ákveðin í því að ég ætla að hafa svolítið gaman að því að lifa lífinu. Og þess vegna vildi ég fara mínar eigin leiðir, hvort ég yrði fræg eða ekki, ég bjóst ekki við að það yrði með að ég væri lífandi ef ég á að vera alveg hreinskil. En kannski svolítið eftir ég væri farin, það er svo miklu auðveldara nefnilega eiga við listamenn og fjalla verk þeirra þegar þeir eru sjálfi fallnir af sviðinu. Þetta er vitað. En mér fannst það bara, sko myndlistin er svo spennandi heimur og þú ert einu sinni komin inn í hann, þá ferði ekki úr honum aftur. En mér fannst miklu þægilega að fá að vera inn í honum með því að afla mig tekna með starfi og valdi mér þá kennslu eða safnastörf sem hvort vekja voru gefandi og skemmtileg. En fyrst og fremst þá var það, já, við hefum að tala um sögurskor, ég tók eftir því, ég veit ekki hvort ég á að segja það upp á, en það hefur lengi verið að skrifa, verið í bígerð, þó hún fari hægt, það hefur verið að skrifa sögu myndlist og handíðaskólans og ég tók náttúrulega eftir því að það var aldrei talað við mig þó ég væri hérna í góðu fjöri og það var aldrei haft samband við mig þegar þessi sögurskoðun og er rit, hún lítur að bara koma út bráðum og mér fannst það bara svolítið svona skemmtilegt af því að maður sá svolítið í því svona hvernig sögurítlun fer fram. En ég mæli með þessari aðferð að reyna bara að hafa svolítið gaman af lífinu. Því að það er ekkert mjög langt og það tekur ekki að lifa því öðruvísi. Það er ekki slæmt. Fleiri spurningar eða vangaveltur frá ykkur, kæru gestir? Hvað segir þið í panelnum? Hafið þið ekki einhvers að spyrja hvert annað? Þið hafið nú komið úr svo ólíkum áttum og heyrið þessi spennandi erindi og það er ábyggilega eitthvað sem ykkur liggur í hjarta að spyrja hvert annað. Mér langar aðeins bara að tala um vefina því mér finnst áhugavert einhvern veginn að hugsa hann sko og Hildur hefur talað náttúrulega um það hvernig það sem form þú verður að vita hvað þú ert að gera en það sem mér fannst svo spennandi og þetta er kannski svona bara leiðandi inn í næsta hvert við getum farið með þetta mér fannst sko skissur Hildar að verkunum mjög sterkar teikningar og í sjálfum sér bara við getum kallað skissur eða við getum kallað verk, það skiptir ekki máli. En þessi aðferð og svo aðferðin sem að svo, vefurinn er náttúrulega á tvennan hátt, það er myndvefnaðurinn og svo er það líka vefnaðurinn sem bara svona, við getum talað um verki eins og sögu, hvað kallast það nú aftur? 12 mánuðirnir? Árstíðir, ársringin, já. Þannig að mér finnst bara svona, þegar við erum á svo mörgum levelum, mér þætti gaman að heyra frá Hildi svona varandi að missa það svo, einhvern veginn. Hvað þýðir það? Að missa miðilinn sem maður hefur af því að þú svo hættir sjálfsögur að vefa. Það er ekki rétt hjá mér. Hvað þýðir það? Að missa þessa þannig tjáningamáta. Þetta var náttúrulega svo mikið, ég bara hef ekki stór hreyfingu hægra handarinnar. Sko vefurinn er hægfara, hann er erfiður, óskaplega skemmtilegur, ég geti alveg hugsað mér að hafa alltaf bara verið þarna. En fyrir svo margt annað og þetta bara gaf tækifæri til þess að gera eitthvað annað en við langar svolítið af því að við erum að tala um vefnaði hérna að koma því að við höfum sko foreldrar okkar lifðu í það sem við kallum algjörlega þrívíður heimur og línan
er abstrakt og hún tilheyrir þessum þrívíða heimi. Hann uppgötvaði fjarvíddina og svo þróast þetta áfram og þegar að Einstein kemur þá fara málin taka svolítið stökk og við eiginlega förum með kvikmyndinni, með kúbismanum og öðru sem skýjum aldamótin ekki síðustu heldur þar áður, þá förum við inn í þetta sem við kallum fjórðuvíddina og við erum í henni núna og þessi uppákoma hér, hún alltaf skýja í fjórðuvíddinni í raun og veru. En þá kemur þráðurinn svo merkilega inn af því að hann er þrívíður til þess að byrja með. Og þegar við lifum í fjórvíðum heimi þá horfum við á allt í þrívídd. Og það er ástæðan fyrir því að þráðurinn og textíllinn er að koma svo sterkt inn núna. Og ég kannski aðeins segja að mér finnst samlega það sem þú varst að segja líka kemur inn á sem sagt í mínu erindi þá tala ég að þú hafir talað að móðir þín talaði að lífið væri fullt af þversögnum og það er eitthvað svona sem þú hefur sagt. En það er sem sagt þegar ég var að skrifa greinina að þá var maður bara, þá var maður annars vegar var maður að segja maður þarf að vita hvað að koma út úr hlutunum. Og svo næst var maður að segja, maður má alls ekki vita ákveða hvað að koma út úr hlutunum. Og svo bara, þú verður að vita hvað að koma út úr hlutunum. En svo, ef þú ákveðir fyrirfram hvað kemur út úr hlutunum, þá ertu villigötum. Og þetta fóru alveg svona fram og tilbaka einhvern veginn, þessi lífsspeki og ég veit að allir kannast auðvitað við þetta. En þú veist, að það er náttúrulega galdurinn að geta einhvern veginn verið bæði, en samt einhvern veginn, réttu megin einhvern veginn. Já. Að vera ekki fastur í einhvern veginn annarkvort eða. Og geta alltaf verið svona einhvern veginn að spila á svona báðar. Já, þú kann það. Fleiri vangaveltu spurningar úr paneli eða á sal? Já, hvað er Hildur að gera núna? Já, ég verð bara að vísa í síðasta verkið á sýningunni sem er hérna við dyrnar sem er hérna andstæð þessari hurðseflöfum út núna sem heitir Cuvado og þá var ég að taka þátt í listamessu í svona sem hefur verið talað svolítið hérna erlendis en þessi var nú bara átti sér stað á Eyrarbakka en var stórkostleg, þar komu listamenn frá ýmsum stöðum úr heiminum saman og mikið af dönsurum og hljómlistafólki og ég gerði þetta litla verk þarna niður í fjörunni og það er einmitt spurningin það hvert ég ætti að fara en ég stýrði nú þarna safninu sem að fór svo niður á Eyrarbakka og þekki sögu þess mjög vel og frá þessari strönd sigldi Bjarni Herjólfsson til Grænlands og fyrstu innflytjendurnir síðar á 19. öldinni fóru þarna frá þessari strönd, frá Eyrarbakka líka og þarna getur maður siglt til Suðurheimskautsins sem hefur ástæðu til þess eða gaman. Og ég var einmitt að velta þessu fyrir verkið, þú skoðar þá eftir, það er svona fótsporin mín í sandinum og líka hvað maður skilur eftir sig í lífinu og í einni myndinni sem ég man nú ekki hvort að hún lenti með þarna þá stildi ég eftir kápuna mína og það var mér svo hugstætt það er mynd sem að var reynda niður í gryfjunni í Ásmundarsal af því sem að Gandhi skildi eftir sig við lífslok sitt það var klæðisbúturinn, það var einklæði svona sem hann hefur vafið sig, tréskotnir og gleraugun. Og ég var svona svolítið að pæla í því hvað ég myndi skilja eftir mig, en mig grunaði ekki að það væri svona mikið. Frábær, þakkaði kærlega fyrir, við endum á þessum orðum og þakka ykkur innilega fyrir að vera með okkur. Frábær mæting og endilega njótið þess að skoða sýningum, við erum opið til 5 og kaffihúsið er opið, þannig að verið endur áfram og spjallið saman. Kæra þakkir, njótið dagsins. Takk ykkur fyrir þáttökuna.